Já, velkomin að ekki þetta rauðaborðinu, í Vinnuskúrinn á laugardagsmorgni. Það er þáttur sem við erum með hérna, búin að vera með byrjum snemma árs að vera að ræða hér fréttir vikunar upp á laugardagsmorgni. Við fólk sem starfar í verkalýðshreyfingunni og öðrum almanna samtökum. Og hingað koma á eftir Finnbogi Sveinbjörnsson, hann er formaður Verkalýðsfélags Vestfjarða og Aðalsteinn Árni Baldursson sem er formaður Framsýnar á Húsavík og nágrenni. Og Halldóra S. Sveinsdóttir, hún er formaður Bárunnar á Selfossi og sem að svæði hennar nær þarna er á mitt á milli Verkalýðsfélags Suðurlands sem er í Rangárvöllum og svo hittir hérna Eflingu sem er í Hveragerði og Ölfusi. Við ætlum að ræða fréttir vikunar með gesti mínum sem er hérna, Hjördís Sigurþórsdóttir, hún er formaður ABS, starfsgreinafélags á Austurlandi og áður en að þau koma svona kortir í 11, að þá ætla ég aðeins að fá að kynnast Hjördísi og ABLI og verkalýðsbaráttunni á Austurlandi. Vertu velkomin í Vinnuskúrinn, Hjördís. Já, takk. Ef ekki bara byrja á þér, má maður ekki bara spyrja svona í upphafi svona hver ertu og hvaðan kemurðu? Hvaðan ertu til? Já, ég fæddu uppalinn á Héraði og hérna í sveit út í Eiðaþingá og hérna var auðvitað bara eins og þá var hefðbundin sveitarstörf sem maður þekkti, svo var hérna heimavistarskólinn. Það var svona stór hluti af uppeldinu. Já. Á hvaða heimavistarskóli það? Er það Eiðar eða? Já, fyrst í barnaskólanum á Eiðum og svo í alþýðskólanum á Eiðum. Já. Ok. En hvenær kemstu kynni við verkalýðshreyfinguna? Heyrðu, svo verða þetta bara þannig að það var kannski ekki mikið störf á því svæði sem ég bjó á og á þessum tíma, þannig að það var mjög algengt að fólk fór á vertíð til þess að komast í vinnu og ég fer til Hornafjarðar og ílengist hér. Ég var auðvitað bara að vinna í fiskinum eins og flestir voru einhvern veginn á þessum tíma og gríðarlega mikil vinna í tengslum við hann og kannski má segja að upphafið hafi verið það að vera kosin trúnaðarmaður á vinnustaðnum og því fylgir auðvitað það að vera í sambandi við stéttarfélagið og afla sér upplýsinga um öll möguleg málefni sem að komin á borð trúnaðarmanna. Þetta verið frystihús, hvað, Kask? Já, þetta var Kask. Já. Það er ekki til lengur eða það, Kask? Kask er reynda til, þeir eru ennþá með flutningadeild og en þeir voru náttúrulega hér með bara ítök í atvinnulífinu, bara þeir voru með mjólkurstöð, þeir voru með frystihúsið, þeir voru með kaupfélagið, verslunina og bæði matvöruverslun og járnvöruverslun og þeir voru svona með mjög mikil ítök hér í atvinnulífinu. Má segja það að kaupfélagið hafi byggt upp höfn eins og við þekkjum í dag? Já, þetta var bara svona svipað og var víða annars staðar að kaupfélagið voru með alls konar starfsemi. Af hverju saknar Kask? Saknar eitthvað Kask? Ég veit ekki hvort að Akureyri ekki sakna Kea, stundum nær maður Akureyringum á flug og þeir byrja að segja að þeir sakna Kea. Það hefði einhvern veginn verið betra þegar Kea var þarna. Hvernig er höfn í Hornafirði? Ég veit ekki hvort ég sakna beint Kask, en ég meina þetta var bara mjög öflugt atvinnulíf hér og þeir héldu uppi atvinnunni, þannig að það var bara eins og var bara mjög víða land að það voru svona einni hendi alls konar starfsemi og síðan hefur þetta bara breyst og einhvern veginn tími kaupfélagana hefur breyst og þau eru náttúrulega ekki mörg eftir og þau eru svona komin mjög víða niður í alls konar einingar og til dæmis fiskvinnslan sem er nú kannski burðarásinn í atvinnulífinu, hún er farin inn í annað félag. Hver er það sem á atvinnu
lífið á Höfn í Hornafirði í dag? Hver á kaupfélagið? Nei, hver á frystihúsið sem kaupfélagið átti áður? Það eru bara nokkra fjölskyldur sem eiga frystihúsið og þetta var svona ákveðin þróun hér í sameiningu útgerða og sem síðan keyptu sinni frystihúsið. Þetta er hlutafélag. Já. Og hvað heitir það? Skinnið-Þinganes. EHF. Já. Sem frægt félag, kemur oft við sögu þegar að vera ræð kvótakerfið af því að sjávarútvegsráðherra sem að vannaði uppbyggingu kvótakerfisins átti hlut þar, þetta Óskarsson. Já, hann átti hlut í einu af þeim félögum sem í dag mynda Skinnið-Þinganes. Og er það langstæðsti atvinnurekandinn á Höfn í dag, Skinnið-Þinganes? Sveitarfélagið eru þetta stór atvinnurekandi og ég svo sem ekki alveg með þá hreinu hvorir eru með fleiri starfsmenn í vinnu en þetta eru svona þessi 2 ásar sem eru langsamlega stærstir já. Og Skinnið-Þinganes er svona svipað og kaupfélagið var með ítök langt upp í sveitir því að þegar maður keyrir sveitirnar þarna þá kemur maður að stærsta mjólkurbúi landsins sem í eigu Skinnið-Þinganes eða ekki? Sem þarna, ég man ekki hvað heitir ekki hvað heitir það aftur? Flatey. Flatey, já, ég er ekki viss að þeir eigi meiri hluta lengur. Það voru einhverjar eignabreytingar þar. Já. Ég bara þekki það ekki nógu vel. Já. En þeir byggðu þarna upp, keyptu þarna stórt kúabú og byggðu það upp og hafa verið í þeim rekstri En það voru auðvitað svona starfsemi auðvitað sem við höfum horft á með eftirsjá í gegnum tíðina, til dæmis eins og mjólkurstöðin, að þið verðum nú að tala um mjólkurframleiðsluna, það er þetta eftirsjá í því og þessi keyrsla á mjólk vítt og breitt landið og fækkun mjólkurbúa, hún er náttúrulega ekki jákvæð þróun að mínu viti. Nei. Sláturhúsið var rekið hér hefur verið rekið hér alveg fram eftir þetta og alltaf ekki fyrsta haust í haust sem ekki var rekið sláturhús hér og kaupfélag var með það á sínu tíma, svo það búið að fara í gegnum einhverja sameiningar, alls konar fyrirtæki, þríhyrningur og svo voru bændur hér með reksturinn á sláturhúsinu í nokkur ár undir merkjum búa, svo var það komið inn í Norðlenska og þeir ákváðu síðan að loka því. Þannig að þetta er svona starfsemi sem er að hverfa sem hefur auðvitað verið stór hluti á atvinnulífinu hér. Já, þetta er gert í nafni hagræðingar skilvirkni, svona þetta er hugtök úr líffrjálshyggjunni og hvað er það bændurnir sem eru þarna í kringum Höfn, hvert er keypt með mjólkina upp á Egilsstaði eða á Selfossi? Já, það er keypt held ég aðallega á Selfoss. Sem er svolítið löng leið að keyra með mjólk. Það er litli 400 kilometrar á Selfoss. Það er að segja frá Höfn, það eru auðvitað ekki mjólkurbændur hér en þannig að þeir sem eru næstir okkur eru það. Já. Það var keyrt það sem var austan við okkur var held ég keyrt í Egilsstaði. Ég held ég færi rétt með það að skiptin eru einhvers staðar rétt hjá, ég er kannski ekki alveg með þá línu á hreinu. Nei. Þannig að það sem að kaupfélagið byggði upp á sínum tíma er svona að hluta til að rakna upp en að hluta til komið í hendurnar á Skinnið-Þinganes. Búðina, má ég spyrja hana, þau voru með kaupfélagið með búðana. Hver er með búðina á Höfn? Það er Nettos verslun hérna. Það er ein verslun hér og það er Nettos hana. Já, sem þá útibú frá fyrirtæki sem er staðsett í Reykjanesbæ. Já, þetta eru þessar keðjur, það eru allsráðandi á okkar svæðum. Já. Og þá er þeim auðvitað þá er þessi breyting að það er verið að stjórna þessum keðjum annar staðar frá og meðan að kaupfélagi var auðvitað stjórnað hérna heima og það voru auðvitað mörg störf sem tilheyrðu þá þeirri stjórnun, skrifstofurekstur og alls konar starfsemi sem að tengist rekstrum og fyrirtækjum sem að er þá ekki lengur á svæðunum. Nei, það dregur eðlilega úr fjölbreytninni. Við koma þau eru öll utan á landi sem koma eftir, formenn verkalýðsfélag út á landi og við munum kannski þá ræða þetta sérstaklega þá. En breytingi sem hefur átt sér stað á þessum stöðum út á landi á kannski 30-40 árum er einmitt þessi að Höfn í Hornafirði það sem að
bæjarbúar höfðu svona uppbyggingu samfélagsins svolítið í hendi sér áður, að það ekki lengur, það keyrt með mjólkina og það ekki slátrað þarna og búðin rekin frá Reykjanesbæ og það svona útibúa væðing þessara staða sem að breytir svolítið eða ekki, svona eðlið þess, ég ekki að þetta líka við heilbrigðisþjónustuna, hún hefur flust frá mörgum stöðum, ég veit ekki hvort það sé þannig í Höfn í Hornafirði að þið varu við minni heilbrigðisþjónustu en áður var, þið eru kannski þannig staðsett að það erfitt að taka hann af ykkur. En þetta breyting sem átt sér stað á þessum stöðum að þeir eru svona ákvarðanir framtíð bæjarins eru síður teknar innan bæjarna. Já, það algjörlega þannig. Nú að þú minnist nú á heilbrigðisþjónustuna, þá var sveitafélagið hér lengi með svona, já, þetta var einhvers konar tilraunastarfsemi sem þeir ráku heilbrigðisþjónustuna bara frá A til Ö, alveg þangað til fyrir svona 2-3 árum síðan, að þá fór hluti af henni inn í Heilbrigðisstofnun Suðurlands og heilsugæslan fór alveg þangað inn og svona skipt niður, það var allt saman rekið, allt heilsubatterið, bæði heilsugæslan og hjúkrunarheimilið og allt saman rekið, heimaþjónustan náttúrulega ennþá hjá sveitafélögunum, þetta var allt saman rekið af sveitafélaginu og síðan eins og ég segi, sko, heilsugæslan og það sem henni tengist fer undir Heilbrigðisstofnun Suðurlands og þá algjörlega stjórna þaðan núna og hjúkrunarheimili fór á í vor, síðastliðið vor, þá fer það í rekstur hjá einkaaðilum sem eru með starfsemi í Reykjavík, sem Vigdísarholt og þannig að þetta algjörlega farið úr höndum okkar, en varðandi hins vegar þjónustuna við okkur íbúana að heilbrigðisþjónustuna, þá það auðvitað bara þannig en að okkur bara skömmtuð þjónusta, við erum ekki með aðgengi að sérfræðingu nema það kemur einn og einn svona einstaka sinnum, ég meina það ekki eins og ljósmóðir og þannig að það bara víða land mjög döpur heilbrigðisþjónusta. Já. Og alltaf tilfinningin mín svo að það sé alltaf verið að skera hana niður, sem sagt þjónustuna víða land og við eigum að sækja hana til Reykjavíkur með eða Akureyrar kannski í tilfellu norðanmanna og félagsmanna okkar á norðursvæðinu og það auðvitað alltaf kostnað félagsmannsins og íbúana. Ekki það talað sparnað skilurðu í heilbrigðiskerfinu með því að færa þjónustuna til en sko sparnaðurinn ekki til staðar, bara kostnaður flyst yfir á einstaklingarna. Já, skilvirknin svo sama og í mjólkurbúunum að það í staði fyrir að mjólkurbúið sé á Höfn í Hornafirði eða heilsugæslan að þá keyrt með mjólkina eða sjúklingana þannig að sjúklingandi þurfa að keyra í bæinn til þess að sækja sig þjónustuna. Það eiginlega öll hagkvæmni, sko. Þannig að þetta hagkvæmni þeirra sem að veita þjónustuna, þetta ekki hagkvæmni þeirra sem að þiggja hann eða þurfa á hann að halda. Akkúrat þannig. Herðu, við skulum ræða þetta eftir þegar þau koma fólk frá Húsavík og Ísafirði og Selfossi eða Árborg eins og þetta víst. Herðu, en þú varst trúnamaður í Frystihúsinu, en núna ertu formaður í Afl Austurlands sem verkalýðsfélag sem spannar allt Austurland. Hvað eitthvað gerðist þarna á millitíðinni, hvernig þegar þú ferð að vinna sem starfa fyrir verkalýðshreyfinguna, hvernig vildi það til? Það bara einhvern veginn æxlaðist þannig en að ég fer í stjórn í verkalýðsfélaginu Jökli sem var verkalýðsfélagi hér á staðnum á þessum tíma og var síðan varaformaður og þegar að þáverandi formaður tekur að sér verkefni í Reykjavík og flytur búferlu þangað og þá tekjum við formennsku hér. Það var Björn Grétar Sveinsson? Það var Björn Grétar Sveinsson, já. Hann var nú áhrifamaður á svona sínum tíma, 10. áratugnum þegar verkamannasambandið var öflugt. Það var svona einn af þessum köppum fyrir tíðar í verkalýðshreyfingunni. Já, og hann var sérst formaður, verður svona formaður verkamannasambandsins og það var nú bara svona frekar erfitt fyrir hann að sinna því héðan, sko. Þannig að hann tekur ákvörðun að flytja og hann var sem sagt stýrði verkamannasambandinu í nokkur ár. Já, kom ekki aftur í Jökul?
Nei, hann kemur endar aftur austur á land seinna á Eskifjörð og þá er sem sagt afl orðið til. Já. Mér heyrir nú stundum í honum, Birnir, kannski hef ég einn vinnuskúrin svona með fólki sem hættir hreyfingunni, teka eitt svona öldungaborð og fæ hann hingað við vinnuskúrin að ræða verkefnishreyfingun í dag, það er alltaf gaman að því, svona annars leið. En segðu mér, Jökull var fyrst, þú hefur verið formaður í Jökli sem er verkefnisfélag bara fyrir Höfn í Hornafirði, en síðan fer í gang þróun, þannig að Jökull sameinast. Nú kann ég ekki söguna, þú kannt hana, eða spyrjið hana hvort það var í Djúpavog fyrst eða hvað? Já, sko verkalýðsfélag Jökull náðu þetta hérna yfir alla Austur-Skaftafellssýslu. Austur-Skaftafellssýsla er ekki bara Höfn, heldur náum við hérna 100 og eitthvað kílómetra hérna vestur fyrir og hérna austur fyrir. Er það ekki mest svartur sandur bara? Er það ekki bara sandur? Er það ekki bara sandar þessir 100 kílómetrar? Nei, alls ekki og í dag er það mjög öflugt atvinnulíf hérna fyrir vestan okkur og hérna ferðaþjónustan alveg hér á hérna öðrum hverjum bæ og uppbygging ferðaþjónustunnar og hótel hér mjög víða sveitir sko, þannig að það er alltaf ekki þannig og hérna en varðandi þessi upphafa þessum sameiningum að þá er það eiginlega þannig að hérna við vorum hérna í ákveðnu samstarfi við hérna verkalýðsfélag Djúpavogi og Breiðdalsvík og sem að verður til þess að við förum svona í sameiningaviðræður og hérna verkalýðs- og sjómannafélag Stöðvarfjarðar kemur síðan inn í þær viðræður og sem sagt 99, seint á árinu 99 þá stofnum við hérna sameiginlegt félag sem að hét Vökull stéttarfélag og hérna sem er þá næri yfir þetta svæði sko. Og svo fljótlega eftir það þá sameinist þið á hérna restina af Austurlandi. Já, svo verður svona þróun að hérna fljótlega upp úr því þá fara félögin fyrir austan okkur að tala saman og hérna 2001 þá var gamla afl stofnað úr félögunum fyrir norðan, alveg norður á hérna Bakkafjörð og nema verkalýðsfélag Reyðarfjarðar var utan við og þeir fóru ekki inn í þá hérna sameiningu og hérna og það gerist þess að 2001. Síðan bara verður svona þróunin svo að hérna það er þannig inn í lögunum að hérna stéttarfélag og vinnudeilur að félagsvæði stéttarfélags þarf alltaf að ná heilt sveitafélag og þannig sameiningar sveitafélaga hafa áhrif á félagsvæði stéttarfélaga og fyrst verður Austurbyggð til með sameiningu Stöðvarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar og þá erum við náttúrulega komin með okkar svæði norður á Fáskrúðsfjörð líka og þar var líka gamla afl síðan sameinast verður Fjarðabyggð til og þá erum við komið með Eskifjörð, Reyðarfjörð, Fáskrúðsfjörð, Stöðvarfjörð inn í það sveitafélag og þá fylgjum við á eftir með okkar félagsvæði og sama gerist þá auðvitað með verkalýðsfélag Reyðarfjarðar og gamla afl að við vorum orðin 3 eins uppbyggð félög og samskonar félög á þessu svæði í allri Fjarðabyggð. Þetta er frekar svona leiðileg saga, Hjördís, að maður myndi halda að sagan væri svo að þetta hefur orðið sameinast af einhverju svona innri vilja og ákefð félagsmanna en þið eru bara að bregðast við sameiningu sveitafélagana og verði svona að tjasla saman verkefnisfélaginu eftir því sem að sveitafélagin bregðast. Nei, ég held að sko að það hafi kannski ýtt við vorum þetta kannski eins og allir aðrir svolítið föst í einhverju gamlu munstri, þetta var alltaf svona og þetta ætti bara að vera svona og þegar ég kem hérna að hreyfingunni sko þegar að starfa hérna 1990 sko þá eru 16 félög sem að í dag mynda afl og það voru búin að verða svona minni sameiningar en hérna þessar hræringar auðvitað verða til þess að félagsmenn kalla eftir því að það verði svona minni glundróði og þörfin fyrir því að reyna að koma saman einu öflugu félagi verður til staðar. Ég meina það er ekkert endilega auðvelt, ég meina félagi mitt og svona menn eru auðvitað svolítið að horfa á það sem þeir þekkja og kannski svolítið hræddir við það sem þeir þekkja ekki. En úrverður 2007 að afl starfsgreinafélag eins og við þekkjum það í dag verður til
og þá eru komin inn í það líka sko iðnsveinafélögin sem voru á svæðinu, bæði iðnsveinafélag Fljótsdalshéraðs og Málmennafélag Neskaupstaðar. Önnur félög á svæðinu voru með sem sagt voru með sko málmennadeildir og við erum blandað félag, við erum sem sagt ekki bara verkalýðsfélag, við erum iðnaðarmannafélag, það er að segja járn og sjómannafélag eða ekki líka? Og timbur, jú, og sjómannafélag og verslunarmannafélag. Við erum líka með verslunarmenn og verslunarmannafélag Austur-Skaftafellssýslu hafði sameinast í Jökli þarna upp úr 1990 og þannig að við erum með verslunarmannadeild líka sem nær þá yfir allt svæðið af því að hún getur auðvitað ekki náð yfir hlutasvæðinu. En VR er síðan með sem sagt félagsvæði í Múlasýslu en ekki hér. Þannig að það er svona sameiginlegt félagsvæði með okkar. Já, síðan auðvitað bara heldur þetta áfram því að síðan sameinast Bakkafjörður Langanesbyggð. Þannig að félagsvæði okkar næru auðvitað þangað eftir þá sameiningu og þá erum við með sameiginlegt svæði með verkalýðsfélagið Þórshafnar í Langanesbyggð. Þannig að þú hittir hann Aðalstein á Húsavík þarna einhvers staðar á Langanes Melleikasléttu, það hittist þið bara? Nei, hann er ekki formár Þórshöfn. Nei, en ég meina verkalýðsfélag Þórshafnar er á milli ykkar? Já, það er á milli okkar, já. Já, lítur að enda öðru hvoru megin? Það er bara málefni þeirra, skilur við, ekki okkar. Herðu, en sameiningar, þetta er allt kost og galla, það kemur út úr svona meira afl, eins og félagið eitthvað heitir, en síðan er það náttúrulega þannig að því að frá því að þú varst formaður í Jökli og fórst á bensínstöðina og hittir alla félagsmennina þeirna og líka viðsemjendur þeirna, að það er svona meiri svona nálagð í slíku að vera formaður verkalýðsfélags og vera í verkalýðsfélagi sem er bara nær utan sko samfélagi sem að þú lifir í alla daga, eða þá að þú ert komin og ert í verkalýðsfélagi sem að er orðið svona hálfgert bara ASÍ Austurlands, svífur langt yfir byggðinni í langt frá félagsmönnum og menn kannski telja sig ekki hafa áhrif, það er ekki, við þekkjum þetta út alla hreyfingu að það er verið að svona á sama tíma og að verið að sameina félög og þá er líka verið að kvarta yfir því að það verið svona meiri fjarlægð í því, iðnaðarmennirnir kvarta svolítið yfir þessu að einu sinni gat ég farið á fundi í trésmiðafélagi Reykjavíkur og það voru bara trésmiður og kalla sem ég þekkti og núna fer ég á fundi í okkur öðru félagi og það eru alls konar með þessar pípar og svona að því að við samin tengjum frekar við fólk sem er hvað líkast okkur. Í Austurlandi eru til dæmis tilraunir í tengslum við sameiningu í Múlaþingi, það sem eru tilraunir með svona héraðsstjórnir niður á Seyðisfirði og út í Borgarfirði eystra og Djúpavogi held ég. Og þannig að það er svona tilraunir til þess að mæta þessu. Hver er þín reynsla að þessu leyti að ná saman svona félagi sem spannar svona landfræðilega? Ég býst að þú setur svolítið lengi að keyra á milli sko bara Jökulsárlóni eða ekki og alveg að bara Þórshöfn. Þetta er bara 4-5 klukktíma að keyra þetta. Hver er reynslan að þessu? Hver eru kostunir en hver eru gallandir? Já, það er auðvitað þannig að kostirnir eru tvímælalaust þeir að við erum auðvitað teljum okkur vera með sterkt afl og sterka sjóði á bakvið áföll félagsmanna, sjúkrasjóðinn og síðan orlofssjóðinn og getum boðið upp á ýmsa kosti þar, sérstaklega í tengslum við bæði orlofsmál og eins það sem ég var að tala áðan að það þarf að sækja heilbrigðisþjónustu út fyrir svæðið og okkar félagsmenn þurfa kannski að fara lengst ásamt Vestfirðingunum til þess að sækja þá þjónustu. Þannig að það er mikið ákall eftir til dæmis íbúðum og á leigu. Og síðan erum við kannski höfum meiri slagkraft í kjaramálunum. Reyndar vorum við á þessum árum áður með öll þessi félög sem voru hér. Við vorum með Alþýðusamband Austurlands sem var okkar samnefnari og kom fram fyrir okkar hönd. Þannig að við höfum kannski líka svolítið tekið við því hlutverki og þannig að ég held að þetta séu kostir að við skulum hafa og það sé gæfuspor að við skulum hafa náð þessari sameiningu en ég segi það bæði eftir fyrri sameininguna
og svo þessa síðari, sko, það í raun og veru 2 sameiningar. Fyrst það þessi formlega sameining og síðan þessi innri sameining og það þarf auðvitað að vinna í því með félagsmönnunum að þeir upplifi sig sem eina heild. Það gerist ekki með formlegri sameiningu og ég alveg viss það að til dæmis að því við vorum að tala Múlaþing að það hluti af því með þessar heimastjórnir sem að það eru starfandi. En við höfum hins vegar gert okkur grein fyrir mikilvægi þess að halda tengslum við félagsmenn. Þess vegna erum við með þjónustuskrifstofur mjög víða á svæðinu og við erum ekkert bara með eina skrifstofu einhvers staðar. Við vorum með 7 skrifstofur þangað til að flóðin kom á Seyðisfirði og núna erum við með 6 skrifstofur á svæðinu þannig að við erum alltaf í svona þokkalegri nálægð við félagsmannin. Ég veit auðvitað það eru 120 kilometrar í Skaftafell en það er á sumustofunu langt til í næstu þjónustuskrifstofu og síðan höfum við auðvitað líka verið að auka þjónustuna á netinu fyrir þá sem það vilja. En við höfum auðvitað ekkert verið í mjög góðri stöðu síðustu 2 ár frekar en aðrir varðandi það að fara á vinnustæðin og hitta fólk. Þeir hafa bara einfaldlega verið lokaðir fyrir utanaðkomandi fólki eftir að COVID kom upp. Þannig að það hefur auðvitað verið mjög erfitt en að öðru leyti erum við auðvitað að reyna að sinna vinnustöðunum og þeir eru náttúrulega mjög margir en ég sem betur fyrir ekkert eini í þessu starfi hér, við erum mörg. Já. Þannig að lausnin að kannski að styrkja trúnaðarmannakerfið, að verkefnisfélagi ná inn á vinnustöðina til þess að vega upp á móti svona mögulegri fjarlægð sem getur valdið því að félagssvæði sé stórt eða hvað. Já, við leggjum gríðarlega mikið upp úr því að vera með öflugt trúnaðarmannakerfi og einn af okkar starfsmönnum, hann er tengiliður við trúnaðarmenn og heldur utan hópinn og tengir þá svona saman og við erum auðvitað með trúnaðarmannanámskeið haust og vor þegar aðstæður leyfa, það hefur kannski ekki verið einfalt frekar en annað upp á síðkastið en enga síður, við höfum reynt að halda úti trúnaðarmannanámskeiðum þrátt fyrir ástandið. Og það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli að halda úti öflugu trúnaðarmannakerfi. Trúnaðarmennirnir eru svona, þeir eru tengingin svona á milli. Ef menn upplifa sig í einhverju fjarlægð, þá eru þeir klárlega tengingin. Já, og mikilvægt að trúnaðarmannakerfið haldi og sé raunverulega virt. En ef það er þannig að þetta sé hægt að gera þetta svona, máttu ekki bara sameinast Framsýn eða Einingu Iðju og bara Vestfirðingunum þess vegna ef landfræðilegi þátturinn skiptir ekki megin máli, má ekki bara sameina allt Ísland í eitt stórt verkefnisfélag. Starfsgreinasambandið verði bara verkefnisfélag landsins. Ég meina það geti alveg verið að það verið þróunin og ég sé þetta ekki fram í tíman en það getur alveg verið að það verið þróunin. Þróunin hefur verið svo að það hafa verið auknar sameiningar, ekki bara hér á okkar svæði þó að við höfum kannski ásamt Vestfirðingunum kannski komið með svona mestu sameiningarnar og svo eru þetta bara aðrir þeirra skoðunar að það eigi ekki að sameina og það eru þetta bara vilji félagsmanna sem ræður því og svona þvingar sameiningar eru náttúrulega ekki góðar. Þetta þarf að koma frá grasrótinu, það verður að koma frá félagsmönnunum að finna þörfina fyrir að styrkja sig með þeim hætti sem að þeir telja best. Ef þeir telja best að vera í litlu félagi með nálægð, þá er það bara þeirra val og þannig á það þá að vera. Er það ekki þannig að félagarnir, svona almenni félagar, geta haft meiri áhrif í Jökli á Höfn í Hornafirði, þar sem lítið félag og allir þekki alla og svona, heldur en að í afli, eða ég tala ekki með einhver ennþá stærri einingu, þar sem að verkefnisfélagir orðið að svona líkari kannski ríkisstofnun heldur en félagasamtökum. Er ekki hægt við að svona samtakamáttur grasrótarinnar, það sé erfiðara að beisla hann í þágu félagsins í stærri einingum heldur en smærri? Já, ég lít á það sem bara verkefni okkar að ná til félagsmannana og þeir upplifi sig í samskonar umhverfi. En auðvitað það allt öðruvísi að mæta á fund
í félagi sem er bara á einum stað heldur en að mæta á fundi í félagi sem nær yfir stórt svæði, það þetta ferðatími og annað og sem hangir á því, en það einfaldlega bara okkar verkefni. Síðan hefur náttúrulega kannski bara líka breyst mikil svona, það hefur breyst mikið á þessum tíma líka sko áhugi fólks fyrir stéttarfélögum og það voru þetta miklu fleiri og það auðvitað þannig, það voru miklu fleiri sem komu auðvitað að starfsemi félagana á meðan þau voru 16 heldur en kemur að afli í dag og það náttúrulega bara staðreynd og það voru 16 stjórnir skilur í 16 félögum og misvirkar kannski en í stað þess að það einn núna en að ég líti á bara það sem verkefni stjórnar félagsins að ná til félagsmanna og að þeir upplifi sig að vera í félagi sem að sé að berjast fyrir þeirra kjörum. Hvað hefur tilfinningu fyrir hvar þið eru svona stödd á þeirri leið? Það náttúrulega eru mikla breytingar í samfélaginu. Við erum talað samningu verkalýðsfélaga og það samningu sveitafélaga og það eru svona öðruvísi, svona félagsrýmið öðruvísi. Við erum núna að tala í gegnum myndavélasíma sem var nú bara hluti af óljósri framtíð sko þegar maður var yngri og þannig það svona og COVID hefur svolítið ítt undir það, svona annars konar samskipti. Þannig að við vitum kannski ekki alveg af því sko hver svona félagsrými fólks það kannski öðruvísi félagsrými hjá fólki í dag sem að býra höfn í Hornafirði heldur var þegar þú komst þar ung sveitastelpa. Hefur svona tilfinningur hvar við erum í þessu, gæti verið að við vættum kannski eftir einhverja svona umbreytingu á þessu svona ferli, það sem að kæmi í ljós að einhver virkni félagsmanna sem að við sjáum ekki fyrir í dag spretti allt inn upp. Hefur tilfinningur að við sem að leiðin eitthvað svona ákveðið eða erum við á svona, kannski á svona svolítið óvissu tímum? Já, við höfum þetta kannski verið á svolítið óvissu tímum en ég held að þessi tækni sé komið til með að vera. Við vorum auðvitað heilmikið að nota þessa tækni sem búum svona út á landi áður en að COVID var það veruleika hér en það sem að hefur hins vegar gerst frá þeim tíma að þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu hafa lært að nota þessa tækni. Þannig að það svona auðveldara fyrir okkur að vera þáttakendur en við höfum heilmikið verið í fjarfundum síðustu ár og við notum þetta aðeins innan félagsins og þannig að ég held að þessi þróun eigi bara eftir að aukast í þessa veru, já. Og ég held það algjörlega. Já, ef ég má halda áfram með þetta svona félagsrými að í upphafi verkalýðshreyfingarinnar snemma á síðustu öld að þá voru byggð upp alþýðuhús til þess að alþýðan geti komið saman svona sínu vettvangi þar sem að ég þyrfti ekki að vera sem verkamaður, þyrfti ekki að vera svona inn á svæði borgarastéttarinnar í hennar svona félagsheimili þar sem að hún skilgrindi mig og ýtti mig alltaf út í hott svona þannig að fólk byggði svona sitt eigið alþýðuhús. Ef við verðum að byggja upp svona alþýðuhús að við þurftum að ná saman verkalýðnum þannig að hann gæti speglað sig hvor í öðrum og haldi fundi, jáfnvel bara skemmtanir og eitthvað fleira, að þá væri það alþýðuhús líklega einhvers staðar svona á því svæði sem við erum á með þennan þátt, einhvers staðar í einhver svona á einhverju netsvæði. Getur verið að verkalýðshreyfingin þurfi að gera eitthvað slíkt, að búa til eitthvað svona svæði á vefnum, einhver svona alþýðuhús sem að hægt að ræða málefni verkalýðsins sem að verður að bara segjast að til dæmis þeim vettvangi sem boðið upp á í ríkisútvarpinu og fjölmiðlum og annað slíkt nú ekki ofta á forsendum sko verkafólks. Nei, ég get tekið undir það, hann ekki á forsendu verkafólks en jú, auðvitað getur það vel verið að það sé framtíðin að fólk hittist fyrst og fremst á spjalli. Hins vegar bara allavega eins og tæknin í dag kannski ekki auðvelt fyrir marga að vera saman. Þetta geta kannski verið 10 manns en það geta ekki verið 100 manns. Það verður aldrei einhvern veginn markvisst og allavega ekki eins og staðan núna. Mér finnst að það fólk upplifir sig örugglega ekki þannig að það geti tekið til máls þegar það langar til og vegna þess að það svona þyngra í vöfum allt saman heldur en í þó að það sé óformlegt spjall
að stórir hópar munu kannski ekki alveg upplifa sig þannig að þeir geti bara spjallað eins og þeir væru í hóp, skilur. Nei, það er galli við fjarfundina, það er til dæmis, það er fínt að tala eitthvað sem liggur fyrir, það er erfitt að kynna nýja hluti á fjarfundi og eins og þú segir að það er fínt að vera kannski 6-7 í spjalli á fjarfundi, en það er þegar 100 manns eru komin saman að það er ekki hægt að líkja þið saman að til dæmis að vera í alþýðuhúsi, raunverulega alþýðuhúsi á 100 manna fundi þar sem að sko fólk er að saminast og stilla saman svona tilfinningarlega viljan til þess að taka þátt í einhverju baráttu að því miður að þá næst ekki sú tilfinning, sú tenging á milli fólks næri ekki fram í fjarfundi. Þannig að kannski er þetta hluti af því sem við ættum að vera í huga að ef við byggjum upp sko félagsheildir í kringum svona fjarfundafyrirbrigði þá erum við kannski að búa til eitthvað sem er svona ég segi ekki gervigreind, en svona gervi tilfinningagreind vegna þess að sko nálægðin sem að við skynjum sem mannverur þegar við upplifum skynjum það á náunganum þegar við erum að tala við hann, hvað hann er heitur í málinu eða hvað hann er viljugur til þess að standa í því og við stillum okkur saman við að það bara gerist ekki á fjarfundunum. Nei, en hins vegar er kannski annar vinkill á þessu sem að við kannski þurfum að horfa til að þó að við séum þarna stödd, okkar kynslóð, að þá er unga fólkið auðvitað bara á allt öðrum stað og þau eru auðvitað kannski sko bara alast upp í þessu umhverfi þannig að þau verða kannski bara þegar þau komast þegar þau fara út á vinnumarkaðinn og fara að vera þátttakendur í starfsemi stéttarfélaga þá eru þau kannski með allt aðra sýn á málið og við þurfum auðvitað að horfa á það líka þó að það er auðvitað gríðarleg breyting þar þegar við erum að horfa á kannski unga fólki í dag sem er sko vant þessu umhverfi, miklu vanari heldur en við. Og bregðast við. Kannski ekki endilega fundarumhverfi en svona spjallumhverfi og því umhverfi sem þau lifi í sko. Og bregðast við með því að sitja sko 17 ólíka broskallatýpur til þess að tjá tilfinningar sína til þess að bæta upp veikleikan sem er í þessu formi sem ég var að reyna að lýsa á þann. Maður sér það í ungu fólki, það notar þetta til þess að þau eru miklu flinkar í þessu. Já. Herðu, en að því vorum að tala svona sameiningar og Austurland. Geturðu sagt mér, hver er munurinn á áherslum verkalýðsins á Austurlandi og bara höfuðborgarsvæðinu? Hver er sérstæða afls Austurlands í samanburði við bara VR, Eflingu, Hlíf fyrir sunnan? Hvað er það sem að þitt fólk væri að leggja áherslu á sem ekki væri bara hinn almenna krafa verkalýðshreyfingarinnar fyrir sunnan? Já, sko ég ætlaði nú að koma inn á þetta áðan, ég glemdi því að þú varst að tala um sko sáttina við félagi, við erum nýbúin að fá niðurstöður úr við Horskönnun félagsmanna, við höfum gert slíka könnun eða Gallup hefur gert slíka könnun fyrir okkur síðustu ár og við höfum semst verið í samstarfi við Einingu Iðju á Akureyri. Það er sömu spurningarnar þó að sé unnið semst að sitt í hvoru lagi og þannig út úr þeirri könnu getum við alveg lesið það að það er þokkaleg sátt félagið og þar sjáum við svona helstu áherslu félagsmanna og slíkt og ég held að sko það sem er auðvitað sérstæð okkar það er þessi lengd í alla þjónustu sem er verið að taka af okkur og okkur ætla að sækja langan veg og þá er kannski fyrst og fremst heilbrigðisþjónustan og það allt sem henni tengist og það er ferðakostnaður auðvitað bæði einstaklingsins sem að þarf að sækja þjónustuna og slíkt og síðan er auðvitað flutningskostnaður á allri vöru og þjónustu og ég meina bensínið er dýrara hér og ef við horfum á það og olían og þannig að það er auðvitað allt öðruvísi umhverfi. Við erum til dæmis ekki í þessu sko umhverfi að vera sitja í einhverju umferðarteppu á leiðin í vinnuna á morgnana eða þegar við erum að koma úr vinnunni síðdegis, þannig að það eru gríðarlega kosti líka að vera í fagmenninu og þannig að þetta er auðvitað að mörgu leyti ólíkt. Ætti verkalýðshreyfingin út á landi að gera kröfur betri heilbrigðisþjónustu í héraði, að það væri svona sambærileg krafa og aðgerðir í húsnæðismálum
sem verkalýðshreyfingin sett á, kröfur sem að verkalýðshreyfingin gerir á hendur ríkisvaldinu, samhliða kröfum á fyrirtækjaeigendur launahækkanir. Verkalýðshreyfingin út á landi gerir kröfu betri heilbrigðisþjónustu. Það er ekki virka því að hún er allstaðar hún virkar ekki. Það virkar ekki. Við höfum eins og verið að gera þá kröfu og haft hátt það og það var svo sem tekið undir það í síðustu kosningabaráttu að þar voru allir að tala heilbrigðisþjónustu út all land en síðan bara leið og búið að kjósa þá bara tala Landspítalann og þannig að það er algjörlega þannig og varðandi húsnæðismálin að þá höfum við þetta verið fram að þessu ekki með húsnæði jafn dýrt víða á landsbyggðinni eins og kannski á höfuðborgarsvæðinu en það hefur kannski verið að breytast núna á síðustu árum. Það er mjög mikil eftirspurn eftir húsnæði og húsnæðisskortur stendur auðvitað á atvinnustarfsemi víða á svæðunum fyrir þrifum þannig að það er erfitt að fá fólk til starfa inn á svæðina því það vantar húsnæði fyrir starfsfólk og þetta er orðið mjög víða mikill húsnæðisskortur. Leiguverðið er náttúrulega ekki svona hátt eins og þekkist á höfuðborgarsvæðinu. Það fer mjög hækkandi að maður sér bylgjuna á hækkun á leiguverði bara komið til Búðardals og til Ísafjarðar og maður sér hana raunverulega bara berast landið. Þetta er alveg rosalegt ástand. Og hækkunin, hlutfallslega hækkunin er kannski mest á stöðum eins og Vík í Mýrdal eða Búðardal eða einhverjum svona stöðum sem að maður tengir ekki svona sjálfkrafa við húsnæðiseklu. Nei, þetta er náttúrulega bara fylgir vaxandi eða hækkandi húsnæðisverði að leiguverð hækkar samhliða og ef við horfum til dæmis það var náttúrulega samið 2015 eða 16 uppbyggingu Bjargs eða leigufélagsins Bjargs þar sem er verið að byggja upp íbúðir ódýrar íbúðir til leigu fyrir félagsmenn og það hefur ekki verið byggt mikið á landsbyggðinni á vegum Bjargs vegna bara aðstæðna en ég vonast þess að það fara að breytast núna að þörfin er klárlega til staðar og víða okkar svæði vantar sárlega húsnæði. Þannig að það er alveg, við getum alveg tekið að hluta til undir kröfuna húsnæði og auðvitað hefur alltaf verið til staðar krafum húsnæði viðráðanlegum kjörum en það hefur auðvitað verið þessi mismunun í verðlagningu. Það kostar alveg jafn mikið að byggja hús á Hornafirði eins og í Reykjavík. Þannig að það er bara þannig. Heldur að Starfsgreinasambandið ASÍ verkalýðsfélögin muni gera meiri kröfur á hendur ríkisvaldinu núna í komandi samningum næsta haust heldur en kannski hingað til? Kannski stundum ef maður heyrir það svona söngin frá SA og félögum að nú sé ekkert svigrúm fyrir launahækkanir og það er náttúrulega tekið strax upp af Seðlabankanum og ríkisstjórn. Við búum bara í þannig landi að ríkisstjórnin og Seðlabanki stendur alltaf með samtökum atvinnulífsins. Heldur að það muni leiða til þess að verkalýðshreyfingin muni gera meiri kröfur á svona samfélagslegar breytingar í húsnæðismálum og heilbrigðismálum heldur en kannski hefur verið gert langa hríð. Já, við munum auðvitað gera kröfur á hendur ríkinu ef að líkur lætur, ég meina staðan er auðvitað eftir þessa ríkið er náttúrulega að búið að vera að skuldsetja sig núna upp á síðustu misseri og við munum auðvitað gera kröfum það að sáreikningu verði ekki sendur á launafólk en síðan er auðvitað á eftir að efna hluta loforðunum frá síðustu samningum, ríkið er nú ekki að standa sig vel þar og að sjálfsögðu munum við halda á lofti þeim kröfum sem við teljum og kröfur úrbætur sem við teljum að félagsmenn okkar þurfa að halda hvar svo sem þeir búa á landinu. Þannig að ég held að það verði ekkert gefið eftir þar og nú er vaxandi verðbólga og hún kemur við pingjuna hjá fólki. Það er bara þannig. Já. Þetta verða spennandi sannleikar og kannski ræðum við það hérna á eftir. Við erum nú að koma inn í vinnuskúrin félagar sem ætla að taka þátt í umræðum fréttir vikuna. Kannski ræðum við líka aðeins svona stöðu landsbyggðarinnar. Hérna er að koma Finnbogi Sveinbjörnsson, hann er formaður verkalýðsfélag Vestfjarða
Halldóra Sveinsdóttir, hún formaður verkalýðsfélagsins Báran sem á ég veit ekki hvort að maður segja Selfossi eða Árborg eða bara á Suðurlandi, en það náttúrulega til verkalýðsfélag Suðurlands, þannig að maður verður að passa sig á því að það auglýst ekki. Og svo var að renna sér í stólinn Aðalsteinn Árni Baldursson, hann formaður Framsýnar á Húsavík og nær lengra. Mér langar aðeins, af því að við vorum svolítið að tala um heilbrigðismál út á landi sem að maður áttar sig á því þegar maður að tala við fólk, þegar maður ferðast um landið og tala við fólk, að þá þetta eiginlega svona eitt aðalmálið og eins og Hjördís benti á að þá var þetta svolítið komið inn í kosningabaráttuna, en það var nú svolítið misjafnt sko, það var tilraunir átt að ræða heilbrigðismál og kastað í einhverja svona umræðu þar sem að var fólk frá ýmsum flokkum og einn kaus að tala þetta, einmitt hrörnandi heilbrigðisþjónustu út á landi, annar kaus að tala Landspítalann, þriðji kaus að tala geðheilbrigðismál barna og umræðan einhvern veginn fór út víða völl, en ég hefði alltaf á tilfinningunni að þegar var að ræða heilbrigðismála þá þetta langstærsta svona réttlætismálið hrörnandi heilbrigðisþjónustu út á landi, því það er alveg rosalegt að hlusta á fólk sem að þarf á heilbrigðisþjónustu að halda en býr í aðstæðu þar sem að það bara ekki í boði og það stendur frammi fyrir því að út af veikita barna sinna að það verður bara að flytja suður eða eitthvað vegna þess að það ekki hægt að hitta sérfræðing, að sérfræðingurinn ekki á hjólum og hann getur ekki komið þarna einu sinni í mánuði eða eitthvað slíkt, heldur verður bara fólk að rífa sig upp og flytja. Það nú mjög mismunandi aðstaða ykkar sem að ég að horfa á núna varðandi þetta, en ég býst við að kannski að Aðalsteinn þið eru með sjúkrahús eða ekki, en þá á Húsavík. Hvað heilbrigðisþjónusta stórt atriði fyrir fólk sem að býr í bæjum víða landið? Sko, já, góðan daginn og allt það og það alveg ljóst að það skiptir okkur alveg gríðarlega miklu máli. Við erum með öflugt net sem Heilbrigðisstofnun Norðurlands sem með svona tengingu frá Þórshöfn og alla leið til Akureyrar og áfram vestur, en það skiptir alveg gríðarlega miklu máli og þú kemur inn á mikið hjartansmál sem ég hef tekið upp í verkalýðshreyfingunni því að fyrir mér ekki launahækkanir sem að skipta öllu máli, hvort að hreyfingin fer fram á að fá 5, 6 eða 7% launahækkun heldur hitt, að ef að ríkisvaldið getur komið í auknum mæli til móts og okkur sem búum á landsbyggðinni sem þurfum að fara suður, sjálfur greindist ég með krabbamein á síðasta ári og það hefur kostað mig 100.000 bara að fara annað, það að segja Akureyri eða Reykjavík sérstaklega vera þar og ég með margar sögur hér af fólki sem að jafnvel verður að neita sér þessa þjónustu af því að það hefur ekki efnað að sækja og ég tel það í næstu samningum sem að verða gerðir í haust næsta vetur að þá eigum við að horfa miklu meira á það að aukna þátttöku stjórnvalda í því að koma til móts okkur hvort sem á sérstaklega varðandi heilbrigðismálin og menntamálin og annað en þetta alveg gríðarlegur kostnaður sem að lendir á okkur og eitt í því sem við nefnir það að menn hafa tekið þátt í því þeir kallaði svo kallað hagræðingu, hér var skurðstofa, fæðingardeild á Húsavík en það var skorið niður og fært til Akureyrar að á sama tíma verða stjórnvöld að koma til móts við íbúa það að geta sótt þessa þjónustu. Það Hjördís þekkir þetta og Finnbogi þekkir þetta að vestan og austan og við hér að það gríðarlega mikilvægt að stjórnvöld komi til móts við okkur hvað þetta varðar. Auðvelt okkur að sækja þjónustuna á hann sem farið hreinlega hausinn eða þurfa að slá sér langt til að sækja sjálfsagða heilbrigðisþjónustu. Já, herðu, ég óska þér góð spata En Finnbogi, heilbrigðismál, liggur við að Aðalsteinn sé að segja að það sé bara mikilvægara heldur en launahækkanir? Það alltaf á pari við það, en það ástandi bara ekkert ósvipað og ég samsamaði mig mikið við það sem Hjördís Þóra sem sagði í viðtalinu áðan. Við erum með Heilbrigðisstofnun Vestfjarða með aðalstöðvar á Ísafirði, en síðan útstöð á Patreksfirði. Þar læknir, það ekki ljósmóðir, það oft hörgull hér líka. Þannig að félagsmenn okkar á suðursvæði Vestfjarða sem búa við þær slæmu samgöngu aðstæði sem hérna að við vetrartíman að þá ekki skreppitúr á Ísafjörð sko. Það bara Reykjavík
þjónusta þar sem þýðir eins og nefndi þarna áðan og kom fram hjá Hjördísi líka. Fólk þarf að flytja búferlum þegar það búið að búa til barn og þegar kemur að því að fæða barnið. Þetta náttúrulega alveg galið fyrirkomulag og við sjáum það bara að af hverju, og maður veltir fyrir sér af hverju ekki búið að taka upp einhvers konar ívilnunar kerfi hérna á Íslandi fyrir þessa bara hluta landsbyggðastefnu til að halda úti heilbrigðri eða almennilegri öryggri heilbrigðisþjónustu í dreifðum byggðum. Og ef það ekki hægt, þá þarf að koma á móts við hérna íbúa svæðana. Það ekki nóg með það að við séum á mjög köldum svæðum, mörg þessi sérstaklega eins á Vestfjörðum, en ég veit að það náttúrulega fyrir á fleiri stöðum, en að við erum með háttar raforkuverð hérna og líka, við förum ekki að kannski blanda því inn í heilbrigðisumræðuna, en þetta staðan og þessu höfum við mætt og félögin á landsbyggðinni með því að byggja upp húsnæði í Reykjavík svo félagsmenn okkar hafi tryggt skjól þegar þeir þurfa að sækja heilbrigðisþjónustu til höfuðborgarinnar. Þegar náttúrulega við erum búin að taka í fangið stóran hluta af velferðarþjónustu sem á að vera eðlileg í hverjum landsfjórðungi. Þetta bara galið fyrirkomulag. Finnbogi, má ég í húsnæðismálum að þá horfir verkalýðshreyfingin fram á okkur vanda, en hún leggur síðan fram einhverja lausn. Hún gerir ekki bara kröfur á ríkisvaldið, það var reynt einhvern tíma eftir hrun verkamanna, niðurfellingu verkamanna bústaðakerfisins, að það var svona krafa að vera gert eitthvað fyrir fyrstu kaupendur og eitthvað svoleiðis. En á endanum verður niðurstaðan sú að verkalýðshreyfingin mótar tiltekna lausn og gerir kröfu til ríkisvaldsins að gera það. Er komið tími á það að verkalýðshreyfingin móti lausn að við viljum hafa heilbrigðiskerfið svona? Og við viljum að þið komið og styðja því að viðbröðin, með því að koma alltaf með viðbröð vondu ástandi eins og þú ert að lýsa með því að þið séu að kaupa íbúðir í Reykjavík fyrir fólkið ykkar sem að hefur neyðist til þess að bregðast við hrörnandi heilbrigðisþjónustu í héraði. Það náttúrulega ekki beint svona lausn, það ekki framtíðarkerfi sem hægt að byggja á. Er komið tími til þess að þið mótið nýja heilbrigðisstefnu og segir við viljum fá þetta takk? Ég held að sé engin vafi í því að við þurfum allan að fá að taka þátt í því. En við höfum yfirleitt verið sett til hliðar þegar þessi mál eru rædd og einhvern veginn ekki boðið að því borði. Eins og okkur var boðið að borðinu varðandi húsnæðismáli á sínum tíma. En það var náttúrulega skemmdarverk þegar verkamannabústaði kerfi var eyðilagt og vonandi tekst nú okkur að byggja það upp að nýju með Bjargi og fleiri óhagnaðardrifnum húsnæðisfélögum. En heilbrigðiskerfið þarf að byggja sannarlega upp að nýju. Annaðhvort þarf bara að fara í algjöran gagnskur í því að gera heilbrigðisþjónustu hérna byggð þannig að hún sé traust og örugg. Eða þá að það séu bara mjög skýrar ívilnanir til íbúa sem kjósa búa í þessari fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Og eins og við vitum náttúrulega að þá 80% af þeim verðmætum sem verða til út á landi, þau verða eftir, 80% af þeim verðmætum sem verða til út á landi, þau verða eftir á höfuðborgarsvæðinu. Þau skila sér ekki tilbaka. Og þetta svona það sem við höfum verið að benda á í gegnum tíðina í landsbyggðarfélögin og sömuleiðis fjórðungssamböndin sem voru það þarf bara að taka höndum saman í þessu máli og gera gagnskur að því. Halldóra, þú ert á Selfossi og sem að sogast inn í höfuðborgarsvæðið. Það er við vafamál, hvort að maður flokki Selfoss með landsbyggð eða höfuðborgarsvæði. Tengjum við þetta sem að félaginn er að tala heilbrigðiskerfið og er kannski staðan sú að þótt að ég sé að gantast með að Selfossi að sogast inn í höfuðborgarsvæðið, búið þið kannski við eitthvað sambærilegt stöðu, sem þetta heilbrigðismál? Komið sæl, mér langar nú að tala félagsvæðið mitt, ég ætla að byrja á því. Það er sem sagt Árnessýsla utan Ölfuss og þannig að það nú nokkuð mörg sveitafélög, ég ætla að byrja að leiða eftir það. En já, ég tek náttúrulega undir þetta með mínum félögum og verkalýðshreyfingin vinnur náttúrulega fyrir alla landsmenn og okkar áherslur hafa verið svipaðar. Vestmannaeyingar búa við svipaða stöðu og það hefur verið mjög slæmt ástand þar, þannig ég tek bara undir þetta. Og varðandi
verkalýðsfélögin versus ríki þegar að kreppan var þarna 2008, þá herjuðu bara stjórnvöld á sjúkrasjóði stéttarfélögin komu þar inn í strax. Þá byggu þau til einhverjar reglur sem eins og Finnbogi kemur að, sem við komum ekki að það var beint farið í sjúkrasjóði stéttarfélagana, við erum með sjúkrastyrki, við greiðum niður sálfræðiþjónustu sem nú búið að samþykkja og skilst mér nú að sé komið fjármagn. Þannig við höfum alltaf hlaupið undir í rauninni með félagsmönnum og varðandi heilbrigðisþjónustu við borgum stóran hluta af félagsgjöldum sem kom inn í sjúkrasjóðina tilbaka til félagsmanna til að létta undir þessu mikla kostnaði sem fólk þarf að taka þátt í, eins og sérstaklega varðandi geðheilbrigðisþjónustu, því að það nú bara oft 70% af þeim sem að koma inn til okkar sem eru bara andlega veikir og einhvern veginn þarf að gera stór átak í þeim málum. En komin tími á að verkalýðshreyfingin gerir kröfur umbreytingar á heilbrigðiskerfinu í samningum í frekar heldur en að vera að mæta vankontunum á heilbrigðiskerfinu með greiðslu út úr sjúkrasjóðum eða kaupa húsnæði í bænum eins og Finnbogi verið lýsa og svoleiðis. Hvað finnst þér það allra? Verða heilbrigðismál, eru þau kannski að fara að detti það að verða bara á pari við húsnæðismál við svona megin krafa verkalýðshreyfingar? Já, sko, verkalýðshreyfingin í samtali við stjórnvöld alla daga. Við erum að vinna að þessum málum alla daga. Við erum alltaf að banka á hjá stjórnvöldum með okkar mál því að það oft stór vandi hjá okkar félagsmenn láglaunafólk. Það fer ekki til tannlæknis, það fer ekki til sálfræðings, það hefur ekki efni á því og það komið fram í nýlegri könnun sem að gerð var hjá Vörðu, Rannsóknastofu vinnumarkaðarins, að fólk leyfir sér ekki, það sleppir því að fara til læknis. Við erum búin að koma þessu vel til skila til stjórnvalda. Nú þeir risu náttúrulega upp hjá samtökum atvinnulífsins og fóru að ræða það að þessi könnun væri ómarktæk. Við hittum þetta fólk og við vitum að þessi könnun algjörlega niðurstaða hennar algjörlega eins og við erum að upplifa hjá okkar félagsmönnum og ég hlusta nú að viðtala með Hjördísi áðan. Og ég svo sammálanig þessi tengsl við félagsmenn, við erum að hitta þetta fólk. Við þurfum ekki að lesa einhverja stóra skýrslu, en hún endurspeglaði alveg okkar upplifun á þessari líðan hjá félagsmönnum og að þeir hafi ekki efni á þessu. Og þetta að verða fleiri og fleiri sem að geta ekki í rauninni farið eins og til sálfræðings, farið til tannlæknis, farið bara almennt til læknis. Þannig að við erum búin að koma þessu vel til skila til stjórnvalda. Hjördís nefndi viðhorfskönnun sem var gerð með afli og einingu iðju og þar kom meðal annars fram að svona working poor, fólk sem í fullri vinnu þarf að neita sér heilbrigðisþjónustu vegna þess að launin duga ekki til. Er það ekki rétt hjá mér í Hjördís að það var svolítið kom nákvæmlega sama í könnunni sem að Halldór er að vitna til sem hafði komið fram áður stöðu, ég held að hafi verið eflingarfólk og eitthvað fleira sem hafi verið kannað, að þetta bara raunveruleg staða verkafólks út á landi að það neita sér það sem er eftir að kalla sjálfsagða heilbrigðisþjónustu vegna þess að það á að gera náði. Jú, það kom fram í þessari könnu hjá okkur að það hluti af félagsmönnum sem að neita sér að við spurðum semst læknisþjónustu, lyfjakaup eða tannlæknaþjónustu og það var stór hluti, allt og stór hluti, við þetta vilja sjá þess að tölu í núlli en það var nokkuð stór hluti sem að þurfti að neita sér þessa þjónustu vegna kostnaðar. Og það Þetta svakalega staða, það sem að fólk bara í fullri vinnu og það dugar ekki launin, dugar ekki til þess að viðhalda sjálfum sér, að laga sig, leita til lækninga, vinnuaflið, næri ekki endurnýja sig vegna þess að það á ekki efni á því. Þetta náttúrulega svakaleg staða, og þá það spurningin, á verkalýðshreyfingin að gera kröfur að launin hækki til þess að ég fyrir heilbrigðisþjónustu eða á verkalýðshreyfingin að gera kröfu það að kostnaður við heilbrigðisþjónustu lækki til þess að ég eigi efni á heilbrigðisþjónustu. Það það sem ég að spyrja, hvort að kröfurnar verði á stjórnvöld að bæta heilbrigðisþjónustuna þannig að verkafólk geti búið við það og ég ekki að tala að gera alvöru kröfur og þessi hluti af kjarasamningum, ekki það að reyna að hafa áhrif á stjórnvöld eða milda skap fjármálaráðherra, heldur bara hvort að þetta sé krafa sem verkalýðshreyfingin gerir í komandi samningum. Já, ég tel að við munum gera mjög sterka kröfum það að fá heilbrigðisþjónustu á þeim kjörum sem að fólk getur
þannig að fólki sé gert kleift á að sækja þessa þjónustu og hluti af þessum kostnaði sem að fólk verður fyrir auðvitað ekki kannski vegna þess að þjónustan kosti svo mikið heldur vegna þess að það kostar svo mikið að sækja hana svo langt og þetta kostar sérfræðingaþjónusta gríðarlega mikið. Hún bara rándýr fyrir utan það hvað kostar að komast til þeirra vegna þess að við erum að tala um það að ríkið sjúkratryggingar, þær borga 2 ferðir á 12 mánaða tímabili fyrir einstakling sem þarf að sækja sér læknisþjónustu út fyrir byggðarlagið. Og hvað það ef starfsmaður, ef einstaklingur veikur og þarf að fara kannski 2 í mánuði, 3 í mánuði. Þetta veit ég að það einhver örfáir sjúkdómar sem eru undanskildir en annars þetta bara gríðarlegur kostnaður og þetta eru 2 ferðir á 12 mánaða tímabili og þetta á bæði við um börn og fullorðna og bara alla að það eru þessar 2 ferðir og ég meina að kosta 50.000 krónur fram og tilbaka flug til Reykjavíkur. Já, þetta bara dugar ekki. Nei, þannig að þú sér það hver kostnaður verður. En krafan, kröfunni verður haldið á lofti jöfnun á heilbrigðisþjónustu. Og Aðalsteinn var nú að benda á kostnaði við það að vera með krabbamein og búa út á landi. Það líka, maður talað við krabbameins sjúklinga sem að fá niðurgreidd lyf frá sjúkratryggingum, það svona þak og hvað borgað. En síðan eru önnur lyf sem að þú verður að taka út af aukaverkunum af lyfjunum sem að eru niðurgreidd, sem eru ekki niðurgreidd. Þannig að það eru mjög fljótt að slá bara upp í 10-100.000 sem kostnaður við það að vera með krabbamein sem að öryggisnetið okkar tekur ekkert þátt í. Þannig að það en ég heyri að ykkur að það heilbrigðismálu gæti orðið svona málu svipað og húsnæðismálin sem að verkalýðshreyfingin gerir kröfum. Sammála því Aðalsteinn? Það ekki mín. Já, þetta bara fín umræða en ég segi að ég vil ekkert velta þessu kostnaði yfir atvinnulífi. Ég vil að það bara þannig að það ákveðnu ríkis stjórnvalda á hverju tíma að hafa kerfið eins og í dag og það að draga úr þjónustu allt land og færa þetta á Akureyri sérstaklega náttúrulega höfuðborgarsvæði Reykjavík og síðan á Akureyri en það verður hins vegar ekki okkur kost á því að sækja þessa þjónustu á einhverju jafnréttisgrundvelli. Það alls ekki þannig í dag og sjúkratryggingar verða að koma auknum þunga inn í þetta og eins og Hjördís kom inn á þá það er hlægilegt að enn eru sjúkratryggingar með einhverja 2 ferðir sem menn fá fyrir að fara suður til lækningu og ég með dæmi við hliðina á mér til þess að svona sem lýsir þessu aðeins það var hér aðeins sem kona sem greindist með krabbamein og hennar maður þurfti að fylgja henni eftir og fór suður í janúar og því miður féll hún frá í lok ágúst. Þetta kostaði þau hjónin náttúrulega 100.000 og vinnutaps og þarna verður að horfa til þess líka þegar menn búa utan Reykjavíkur eða höfuðborgarsvæðisins að þá þurfa menn að koma sér einhvers staðar fyrir til þess að geta verið hjá sínum ástvinum og stutt á í erfiðri baráttu oft á tíðum og en menn verða fyrir vinnutapi, menn geta ekki verið heim á kvöldin og sofa hjá sínum börnum eða sótt vinnu að hluta til heldur eru menn bara alveg út og þetta okkar kerfi ekkert að taka á og eins og kemur hér inn á að mörg dæmi okkur eins og bara með sálfræðikostnað sem óheyrilega hár og fólk sem með kringu 300.000 krónur brúttó, ég tek fram brúttólaun svo þetta taka skattinn að mánuði það að getur ekki sótt í þessa þjónustu en þarf á hann að halda. Ég á með dæmi fyrir helgina þar sem að kona var alvarlega veik. Hún sagði mér það að hún hefði ekki efna að fara til geðlæknis. Hún að reyna að komast að hjá geðhjúkrunarfræðingi því það verið ódýrara. Þegar fólki fara að hugsa svona og þarf að gera það að þá eru hlutirnir orðnir ansi daprir og þess vegna sé ég stjórnvöld eiga að koma ekki fjármagn inn í þennan málaflokk og til þess að koma til móts við þann fjölda á landsbyggðinni sem að þarf að fara og nýta þessa þjónustu og þarf að sækja hana langan veg og flugfar kostar 50 skall fram og tilbaka svona frá flestum stöðum og en við ekki að fara fram að hærri launahækkanir frá atvinnurekendum út af þessum málum vegna þess að þetta kemur atvinnulífinu að mínum að ekki við heldur stjórnvöldum og þau verða að koma til móts við okkur og jafna hana mun og við sem erum sérstaklega á landsbyggðinni við verðum að berjast við þessu því að mér finnst innan verkalýðshreyfingarinnar því miður kollega mínir á höfuðborgarsvæðinu ekki alltaf skilja
þetta vandamál og mér finnst það ekki fá nægjanlegt svigrúm inn í svona stefnu heildarsamtaka launafólks því miður. Ég held að þetta sé bara vandamál að þegar maður talar við fólk út á landi og svo kemur það í bæinn að hvað fólk hérna í bænum gerir sér litla grein fyrir hvað þetta er raunverulega alvarlegt mál. Það er hörnum heilbrigðisþjónustan út á landi. Það er rosaleg svona munur á upplifun fólks af heilbrigðisþjónustan. En áður en við snúum okkur frétti vikuna, þá var eitt sem við langar til að taka úr samtalinu við hana Hjördísi. Það sem var að lýsa svona breytingunum sem hefði orðið á Höfn í Hornafirði á þessum tíma sem frá því hún kom þangað, hérna sveitastúlka, að þá var Kask sem var félagslegur rekstur á verslun, á mjólkurbúi, sláturhúsi, á fiskvinnslu. En núna þetta farið og sama tíma þá það sem að gerist að nú ekki lengur búð sem að bæjarbú að reka heldur þetta útibúð frá Netto, leifunum að kaupfélagi Keflavíkur líklega sem að rekur búðirnar, mjólkin keyrð til Selfoss, búið að loka sláturhúsinu, kannski ákvarðanir þróun byggðarinnar eru teknar ekki lengur á Höfn heldur bara víða annars staðar. Ef ég má og kannski ef ég má kannski tengja þetta kannski að því að það er vinsæll framhaldsþáttur í sjónvarpinu sem heitir Verbúð sem að sömuleyti fjallar þessar breytingar sem að verða út á landi þar sem að svona völdin í atvinnulífinu færast á færri hendur og ákvarðanir eru teknar með öðrum hætti. Aðalsteinn og Finnbogi hafa báðir upplifað það að kvótinn hafi verið fluttur út úr byggðarlögunum. Hvað hérna, og þetta er kannski tímabil sem að stjórnvöld segist alltaf vera að stefna stöðuleika sagt, en þarna eru við kannski að horfa á bara eiginlega mjög mikla umbreytingu samfélagana út á landi. Finnbogi, hvað Ísafjörður í dag og Ísafjörður 1980, ég ætla ekki að byrja að tala illa Ísafjörður í dag, en þetta ekki svona, Ísafjörður 1980 var hlutfallslega miklu öflugri byggð heldur en að kannski í dag, eða hvað? Eða eru þið komin yfir ykkur breytingar og þið eru komin aftur í gott samfélag? Sko, stóra breytingin náttúrulega þessi að í mínum huga krafa arðsemi, hún á kostnað samfélagslegar ábyrgðar og það var samfélagslega ábyrgð sem að var það sem að tryggði í raun og veru við getum orðað þannig að samfélögin nytu ágóðans af því sem varð þeim verðmæti sem voru til. Og þegar þetta fer á færri hendur og þegar framsal veiðiheimilda verður til, ef kvótinn verður framseljanlegur, hann verður að eign, eins fáránlegt og það nú að þá breytist þetta og þá verður ákveðin hnígnun, það verður samþjöppun og ég get kannski ekki tekið samanburðinn alveg frá Ísafirði 1980 þar sem ég bolvíkingur, en ég náttúrulega get tekið samanburðinn þar, hvað var þar til dæmis og ég get tekið samanburðinn bara á öllum sveitafélögunum á Vestfjörðum og bara rakið mig fjörðu og víkurnar og annað. Þar sem að kvótakerfið og framsal veiðiheimilda, það bara rústar þessu bókstaflega, við höfum náð vopnum okkur á nýju, en þetta á færri hendum, það á færri hendum og við erum alltaf háð því að sá sem að hefur þetta vald, að ef honum dettur í hug að flytja og leggja þetta niður og þá verðum við valla sjálfbær atvinnu og verðmætasköpun. Og það bara það sem að gerast og við horfum upp á það núna, við erum með miklu uppbyggingu bæði fyrir austan og fyrir vestan í fiskeldi. Því miður að þá þetta bara í eigu útlendinga. Það er yfir 90 og 35% í eigu útlendinga, norðmanna aðalega. Og þessir aðilar að fá í raun og veru þetta bara á silfurfati. Leyfin til þess að gera þetta. Við njótum þess ekki nema þá bara sveitarfélögin í formi skatta og annað slíkt og jú, það verður tryggari atvinna. En ef þetta eftir huga færa sig til að þá það atvinnu ekki horfið. Þannig að samanburðurinn
við ástandi í dag með það sem var 1980, að þá náttúrulega var hvert samfélag sjálfbært þjónustu við íbúana í gegnum verslun og atvinnu. Þetta hefur snúist við í þá veru að ríkisstofnanir og sveitarfélög eru orðnir svona alltaf því burðarásatnir í hverju einasta sveitarfélagi, sem náttúrulega alveg galið. Að það þurfa að byggja atvinnuöryggi á því. Þannig að samanburðin kannski þessi og samþjöppun auðs á fárra hendur, að hún náttúrulega stýrir því bara í miður. En Finnbogi, hvað klikkaði? Því þú nefnir fiskeldið, því að þegar maður fer Vestfirði, að þá sér maður þetta eru erlend fyrirtæki sem koma inn og nýta bara heimahagana, beitarhaga fyrir fiskin í fjörðunum og flytja þetta svo út og þetta er ekki innlend starfsemi, og svo keyrir maður eitthvað aðeins og svo sér maður leifar af gömlum hvalstöðum, þar sem var verið að bræða hvallýsi, þar sem að Norðmenn höfðu komið inn á Vestfirði, reist upp verksmiðjur, brætt lýsi, og svo þegar var búið að nýta auðlindina, þá fóru þeir Austfirði og eftir standa bara einhverjir reykháar sem eru leifarnar af því. Þetta bara kom og þetta fór, en á millitíðinni saga Íslands sem sjálfstæðisbarátta Íslendinga, það sem ná iðnbyltingin á Íslandi velvæðing bátana, þar sem að menn ná tökum á því að nýta miðin, berjast fyrir útfærslu landhelgina til þess að geta dregið aflið af miðunum til þess að byggja upp samfélögin. Þá sjálfstæðisbaráttu saga Íslands á mitt á milli, en megin, þar sem komið að fiskeldinu á Vesturum, að þá eins og við höfum ekkert lært, við sem komin aftur á bara einhverju forsögu endurreisnar Íslands. Hvernig mistum við þetta? Gunnar, þetta bara sama sem að gerast í þessu eins og gerðist varðandi kvótan, að arðsemin af sjávarútveginum, hún skilar sér ekki tilbaka, hún fer bara á hendur þeirra sem að teljast eigendur, skilningi þessara laga, og þegar menn höfðu alveg dauðafæri til þess að tryggja það að arðsemin myndi skila sér til samfélagsins varðandi fiskeldið, þá létu þeir það bara hjá líða. Þetta mætti ekki beita þessari nýju atvinnugrein álögum og álögum ofan, heldur þetta hjálpin að vaxa og dafna. Og ég spyr bara hversu lengi að menn að vera að vaxa og dafna. Þetta byrjaði 2011, við erum komin 2021 og þetta að verða einn stærsta atvinnugreinin og verður bara ennþá stærri útflutningsgrein og pari kannski eftir 5 til 10 ár við í raun og veru fiskveiðar á Íslandi. Af hverju má hún ekki greiða auðlindarentu eins og aðrir? Og talandi þessu auðlindarentu, og það bara það sama og gerðist varðandi samþjöppun með kvótana, að svo auðlindarenta skilar sig ekki nema litlu leiti tilbaka til í raun og veru samfélagsins. Hún fer bara á hendur þeirra sem að nýta þetta. Það bara staðan. Dauðafæri var ekki nýtt. Hugmyndin samvinnufélögin sem að byggðu upp Selfoss var að arðurinn af atvinnustarfseminni væri eftir í héraði. Kaupfélag Selfoss trillaði sér niður á sjó og stofnaði fiskvinnslu í Þorlákshöfn og byggði raunverulega upp Þorlákshöfn. Það var byggt upp af samvinnufélagi. Núna kvótinn farinn frá Þorlákshöfn, sem reyndar ekki á svæðinu þínu, Halldóra. En hvað ætti verkalýðshreyfingin að hugsa til samvinnuhreyfingarinnar og svona félagslegs rekstar bæjarútgerðarinnar og annað slíkt í ljósi þessa að geta haft eitthvað svona vald það hvert arðurinn af atvinnustarfseminni fer? Þetta eitthvað? Þetta bara liðin tíð, þetta var bara eitthvað mistök í sögunni að vera með samvinnu félag og félagslega rekstur, að við höfum bara að gleyma þessu því að það kapitalið sem eina sem getur fært okkur auð og afl. Ég held ég geti nú ekki svara þessu í stuttu máli, en ég vildi nú leiðrétta því aftökunnar varðandi Báran nær náttúrulega yfir Eyrarbakka og Stokkseyri og það hefur náttúrulega sama þróun. Ég nefndi Þorlákshöfn af því að það vill svo til að kaupfélag Árnesinga armur þess byggðir raunverulega upp meitilin þar, þess vegna verið vísað til þess. Já, við erum náttúrulega alltaf sagt það að það þarf að taka upp þessa stjórnarskrá og þetta þarf að vera stjórnarskrárbreyting
og við þurfum, og það náttúrulega búið að leggja miklu vinn í það, verkalýðshreyfingin hefur nú verið þar inn og við áttum fulltrúa þar á sínum tíma og þar voru menn sammála niðurstöður og þverpólitískt og 60 manna hópur og þetta hefur aldrei mátt hreyfa við þessu því að það má aldrei hreyfa við hvorki landbúnaðinum né fiskinum okkar og það stoppar alltaf því og þetta eins og í Þorlákshöfn, ég nú fædd hér og uppalinn og bý í Þorlákshöfn og þar var maður svo tengdur fiskinum að ég var sem krakki, þá þekkti ég ljósin á bátunum út á hafi, maður var hér alltaf, maður var á vinnustanum hjá foreldrum sínum, það snerist hér allt fisk. Núna eru fiskhúsin orðið dótageymslur fyrir þá sem að fengu kvótan í hendurna. Þetta nú staðan hér. Þannig ég hef fullt af og mikla skoðanir á þessu og hvort að við eigum að stofna einhver svona samvinnuhreyfingu, við eigum allavega að reyna að ná þeim árangri að við fáum að fólki í landinu fái arðina að sjávarútveginum. Já, og þá kannski með því að almenningur sé eigandi og leigi út kvótann eða með því að almenningur eigi fyrirtækin sem að vinna fiskinn. Þetta er svona hvora megin þetta blandað eða og nú oft svolítið mikið talað það bara ef almenningur á kvótann og bara leigir hann út en þá náttúrulega hættan svo að bara fjársterkustu aðilarnir muni geta leigt hann þannig að samþjöppunin verður kannski ekkert minni í slíkri kerfi heldur en í dag. Það á einhvern veginn að útvíkka aðgengið að þessu til þess að fólk geti leigt þetta og aðstoða fólk af stað þá. Þetta náttúrulega orðið hræðileg þróun eins og við vitum það bara að við keyrum landið og maður sér þetta. Maður sá nú bara Austurland til dæmis áður en kemur þessi verksmiðja þarna á Reyðarfirði og þetta er náttúrulega búið að vera alls staðar svona. Hér erum við það vel sett í Ölfusi að það er stutt til allra átta en það er ekki alls staðar þannig. Þannig að og hér gekk lífið út á að tala hvað fiskaðist aflaheimildir, það var allir inn í þessu. Það er aldrei talað neitt núna en hér vaxandi fiskeldi eins og Finnbogi kom inn og það eru mörg störf orðið í fiskeldinu og það er að útvíkka. Þeir eru að stækka stöðvarnar það er að koma nýja stöðvar. Þannig það er svolítið komið í rauninni störfin sem að fóru hér úr fiskinum eru komin í fiskeldið og maður varla til ég bý nú bara rétt við fiskeldi og það er eiginlega einhver breyting á hverjum degi. Ég geng hér mikið mitt sveitarfélag og maður sér bara einhverja breytingar næstu á hverjum degi þannig að það er mikill uppgang á það. Já, hverjir eiga þau fyrirtæki, ef maður spyrja? Það er nú erlendir aðilar eins og hann Finnbogi kom inn. Já, þannig að við erum eiginlega í stöðunni og sama á þegar Norðmenn voru að koma með að byrja að veiða síld og hval. Þetta er eitthvað sem við ráðum ekki við að ala upp fisk Íslendingar. Það virðist vera. Herðu, Aðalsteinn, þú ert líka býrði á bæ sem var byggður upp af samvinnuhugsjón en hvað segir svona þetta með það sem ég byrjaði á því að tala sem er svona útibúvæðing þessara fyrrum miðkjarna byggðana eins og Húsavík. Varði þetta þar? Er þið að missa frá ykkur sláturhús og mjólkurhús og verslun og svona það er stoðir sem að alþjóðahreyfingar á síðustu öld byggðu upp? Já, við skulum bara við skulum bara fara að sé fyrir þetta, það er að segja hvernig mál hafa þróast. Auðvitað vitum við það að menn horfa svolítið á þessa framtaka einstaklingana eða einkaframtaki og síðan náttúrulega þetta samvinnuform og félagslega form sem ég bara er mjög hrifinn af og allar tíð verið og allt frá því að Kaupfélag Þingeyinga, ég var reyndar ekki fæddur þá, aðeins nokkrum seinna en það var stofnað 1882 svona til þess að bregðast við einokun sem var á þeim tíma og mér finnst einmitt þetta tímabil vera ég er svolítið að upplifa það núna aftur að það sé komið tími til þess að menn fara að horfa meira til þessara forms heldur en að eins og var í gamla daga en einkaframtaki hefur tröllriðið öllu og þegar Kaupfélag Þingeyinga var á svona tíma þá var það þannig að það voru allir Þingeyingar stóðu saman, það var flestir og þá var það þannig að hér var kjötvinnslur og hér var mjólkursamla og hér var mjög öflug þjónusta og vöruflutningar og verslun og KF stýrði þessu. Og það var þannig að þegar menn bændur komu úr héruðunum og í viðskipti þá var það þannig að þeir fóru versluð í búðunum
og sögðu, þeir menn vildu láta þetta ganga upp, það þýddi það að þeir borguðu ekki nema það var, reikningarnir fóru upp á næstu hæð þar sem bókhaldi var og þar var bara dregið af innleggi bænda og þetta var mínum að bara heimilislegt og flott og gott kerfi. Síðan náttúrulega hefur það bara þróast þannig að einkaframtakið og frjálshyggjan og allt rugli í kringum það sem við þekkjum og endurspeglaðist í hruninu 2008 að við höfum bara, menn hafa ekki ráðið við neitt og þannig að þessu stjórnað af fjármálageiranum og ég heitti útgerðarmann sem var að selja og ég spurði hann því af hverju þetta selja, það bara vegna þess að ég fæ ekki sömu vaxtakjör og aðrir útgerðarmenn sem eru þessi stóru. Ég búin að gefast upp vegna þess að það bara miklu dýrara fyrir mig að reyna að fara í breytingar heldur en hjá þessi stóru þurfa, hvað kostar þessi stóru vegna þess að vaxtakjörun eru bara miklu betri þar og svo þekki ég það sjálfur að þegar ég var hér leika mér aðeins í pólitík og var hér stjórnarformaður í Þeistareykju sem fór á stað með það að bora upp á Þeistareykju með til orku þá var ég stjórnarformaður í Orkuveitu Húsavíkur og þar fékk maður alveg að heyra það að ef við ætlum að halda áfram að bora þá þýddi það þennan kostnað á þessum vaxtakjörum en ef stóru risarnir, Landsvirkjun og Orkuveitu Reykjavíkur kæmi að þessu þá væri bara allt önnur vaxtakjör. Þannig að þessu því miður hefur svolítið stýrt í þennan farveg, það að segja frá þessari samvinnu hugsjón í einkaframtaki og þar eru menn vel studdir af bankakerfinu og ég held þetta bara haldið áfram. Ég hef verið að berjast í því hér og er mjög ósátt við það að húsasmiðjan skuli loka hér. Hér eru hins vegar verslun vegna þess hér góður gangur, það eru miklar byggingaframkvæmdir og annað og hér eru svo aðilar sem fara á stað heimamenn sem að bregðast við þessu með að stofna svona samvinnufélag eða félag nokkurra verktaka og því miður þá það bara þannig að svo stóri húsasmiðjan hefur ekkert hjálpað til við það að heimamenn geti hér opnað einhverja litla og verslun sem að sinni þá heimamönnum. Þannig að þetta bara ljót þróun og þetta það sem svona blasir við okkur. Þetta form annað og mér fellur þetta ekki í geð sem svona samvinnu félagshyggjumanni. En ef við tölum verbúðina og kvótann sérstaklega, Aðalsteinn, við tölum áðan heilbrigðismáli, hvort að verkalýðshreyfingin ætti að setja stefnu í heilbrigðismálum. Ég meina að verkalýðshreyfingin ekki með stefnu í kvótamálum sem þó kannski það fyrirbrigði sem hefur haft mest mótandi áhrif á þitt byggðarlag og hjá Finnboga og kannski síður hjá Hjördísi því að Austurland nú eitt af sigurvegurum kvótakerfisins, það hefur flust kvóti þangað frá öðrum stöðum. Af hverju verkalýðshreyfingin ekki með stefnu í kvótamálum? Ég vil nú meina það að verkalýðshreyfingin sé sjálfur sér með ákveðna stefnu í sjávarútvegsmálum og allt það. Hins vegar það bara þannig á milli okkar þeir sem hafa verið að draga til sín kvóta, formenn í þeim stéttarfélögum kannski hafa ekki verið að tjá sín eitt rosalega móti í kvótakerfinu vegna þess að það er ákveðin staðir sem hafa sogað þetta hvað mest til sín og síðast ég skoða þetta þá var það nú reyndar þannig að mesti kvóti var nú skráður á Reykjavíkurhöfn og eða Reykjavík, þannig að það má vel vera að það eitthvað aðeins breyst, ég held ekki, þannig að menn hafa kannski ekki verið sammálaði hvernig menn eiga að haga þessu en ég held að þjóðarsálin á þeirri skoðun og ég á þeirri skoðun að þetta kerfi svolítið í dag að þetta gott sem fiskveiðistjórnunarkerfi en framsalið og allt það sem var leyft og það að menn geti bara selt og lagt heilu byggðarlögin í rúst. Byggðarlög sem að þessi sömu aðalar kannski fóru fram á það að þar í hafnarframkvæmdir og ýmis aðstaða bætt, þannig að gæti haldið út í útgerð. Svo eins og þessu menn bera enga ábyrgð, selja kvótinn í burtu og skilja samfélaginu eftir í rúst og með mikla skuldir, fólk missi vinnuna, þannig að þetta það ljóta við kerfið og það er líka þannig að þegar menn alltaf tala um það og maður heyrir enn þessa gömlu tökum að eftir því sem það stærri þá setja eitthvað hagkvæmara. Ég hef ekkert kynnst í og ég hef þessa reynslu að hafa verið í fiski og þess vegna þykir mér nú vænt þess að verbúðarþætti því að ég að vinna í fiski á þessum tíma og reynda fór ekki með mínum félögum sem fóru á höfn, voru þar á verbúð og tóku þátt í því þar, heldur var ég eftir heima og síðan upp úr þessu verði ég formaður fiskvinnslufólks á Íslandi gegnum deild fiskvinnslufólks innan verkamannasambandsins gamla, þannig að þetta sem snertir mjög mikið og hef áhugamaður þetta allt frá því að ég byrjaði að vinna í fiski 79 og þessi þróun hún er bara langt frá því að vera í lagi, langt frá því.
Finnbogi, Vestfirðingar eru taparar kvótakerfisins, þótt að það sé Bolungavík og kannski Patró standi sæmilega. Ætti verkalýðsfélag Vestfirðinga og bara verkalýðshreyfingin almennt að vera bara með kröfur kvótamál, þannig að þeir sem eiga kvótan geti ekki bara kippt lífsviðurværinu undan fótum byggðarlagana? Já, í minnsta kosti ætti þetta að vera þannig að meðan þetta kerfi eins og það er núna óbreytt við lýði og þetta fjárhagsframsal ennþá til staðar, að þá bara eðlileg krafa verkalýðshreyfingarinnar að það sé greitt bara eðlilegt gjald fyrir afnotin af auðlindinni. Það ekki verið að gera það í dag. Þetta eru smáaurar í stóra samhenginu sem verið að borga fyrir En Finnbogi, hvert þetta peningur fari? Hvert þetta peningur fari? Að hann fari í ríkissjóð og Ben eða viltu fá hann í sveitasjóð á Ísafirði? Ég vil fá hann inn í samfélögin. Að það sé tryggari eins og við höfum oft talað og við höfum talað Vestfirðingar, að það verði byggðafesta aflaheimildum. Þannig sé ekki hægt að fara með þeir í burtu. Þannig að þá bæði að tala að peningurinn fyrir veiðigjöldin renni í byggðirnar. En þú ert líka að tala að það sé ekki hægt að selja kvóta út úr byggðunum. Þannig að kvóti sem til Vestfirðingum, að þú getur ekki fluttan á Neskaupstað. Já, ég meina þetta verður þá ekki eins og til dæmis dæmi, það var ítt dæmi þarna, en ekki svakalega. Verbúðinu þeir voru keyra á milli svæðana og kaupa upp kvótan eða kaupa upp bátana. Þetta bara það sem gerðist og við þekkjum þetta bara og við höfum verið miklu talsmenn smábátaútgerðar Vestfirðingar og það það sem við höfum haldið lífinu í mörgum af þessum minni byggðum. Það stuðningur við smábátaútgerð og það til dæmis tökum bara Suðureyri sem dæmi, það sem vettvangur verbúðarinnar, að það bara mjög öflug smábátaútgerð og hún heldur raun og verið því byggðarlega algjörlega á floti hvað það varðar með atvinnu í sjávarútvegi. Þannig að ef það væri byggðafesta, það væri við að sjá blómlegri, klárlega blómlegri aðstæður víða. Flateyri var til dæmis bara lögð í rúst á einum fundi. Það var ömurleg aðstæða að mæta á þann fund árið 2007. Eitt af mínum fyrstu verkefnum var að mæta á þann fund og vera þar með starfsfólki á kampi á Flateyri, þar sem að eigandinn tilkynir 120 manns í 330 manna plássi að hann ætli bara að loka. Þetta ótrúleg atburðarás sem gerðist og þar með var nánast í Flateyri gerð að Flateyringar gerðar að örugum. Þeir sátu upp í festaböndum með eignir sem voru einskisvirði og þetta það sem gerðist víða. Sama var að gerast á sunnanverðum Vestfjörðum þar sem að kvótinn hafði farið í burtu líka. Og Bolungavíkingar reyndar búin að ná vopnum sínum að nýju, en þar var bara mjög mikil hnígnun alveg bara framundir vel fram yfir 2000 og þetta bara á síðustu kannski 7 til 10 árum sem að þeir eru að ná vopnum sínum aftur þar og það var fyrst og fremst smábátaútgerð sem byggði það upp. Þannig að byggðafesta á aflaheimildum, hún þarf að vera trygg. Það ein leiðin og það eitt af því sem við ættum að leggjast á árar með þeim sem kalla eftir því. En þú nærð því ekki, Finnbogi, þú nærð þess ekki fram nema að þú náir samstöðu með verkalýðshreyfingunni á þeim stöðum sem hafa dregið til sín kvóta. Þannig að þú þarft að ná samstöðu við Björn á Akureyri og Hjördísi fyrir austan að setja þetta það sem að þar eru svæði þar sem að hafa notið þess að fá kvóta. Stundum hefur kvóti verið tekin og svo komin aftur. Ég man þegar að tala við fólk á Djúpavogi, þá er Vopnafirði, að þá svo áberandi að það er tekin að kvótinn og svo kemur Grandi seinna Brim með kvótan og þá er fullt fólk af þakklæti yfir að Brim hafi fært sér kvótan sem alltaf stóri munurinn á landsfjórðungunum sá að austfirðingar eru uppsjávar fjórðungur. Hjördís leiðrétti mig að það rangt að þeir byggja gríðarlega á því og það aðal kvóta tilflutningurinn í magni, hann í uppsjávarveiðum á því svæði. Við hins vegar erum ekkert í því, Vestfirðingar. Eyjafjörðurinn, hann í þessu líka og náttúrulega ef við förum suður fyrir land og Vestmannaeyjar og svo Reykjavík og Akranes. Þetta uppsjávar
plásku og uppsjávar svæði. Við erum bara fyrst og fremst í bolfiski, Vestfirðingar. Þannig að þetta er rosalega mikið að segja hér hvort að við getum tryggt uppbyggingu gegnum bolfiskveiðar. Þannig að þetta er kannski ekki neitt slagur í mínum huga í raun og veru. Hvort að við sem að fara að bítast um það innbyrðis verkalýðshreyfingin. En það væri það náttúrulega galið fyrirkomulag að fara í eitthvað slíkt sko. Ok, herðu, fréttir vikurnar, það er svona eiginlega 2 mál sem hafa verið fyrirferðumest. Það er annars gríðarlega Má ég aðeins koma inn í þessu kvótaumræðu sko, að því að vera að tala um hérna Austurland og allt það að hérna að sko... Já, við höfum eiginlega verið að tala um að þú hefur verið að taka kvótan af þeim einum, tveimur. Já, en sko, sem betur fer þá er hérna öflug útgerð hér víða í hérna okkar svæði, en hérna, og við búum auðvitað svo vel að hérna uppsjávar fiskurinn, hann veit hvað er best að vera og hann er fyrir austan. Og hérna við njótum góðs af því, en við erum auðvitað líka með fjölmarga staði hér, þar sem að kvótanum hefur verið siglt í burtu og við getum auðvitað, þú nefndi Vopnafjörð, jú, það er vinnsla þar í gangi og hérna, en það er ekki yfirráð yfir þeirri útgerð á svæðinu, síðan erum við bara með sko Stöðvarfjörð, Breiðdalsvík, Reyðarfjörð og núna síðast Djúpavog á sama tíma og farið var með hérna kvótan frá Húsavík, þá fór hann frá Djúpavogi. Þannig að við þekkjum þetta líka hérna á okkar svæði, þó við séum síðan með öflugar útgerðir í hinum byggðarlögunum. Og svo eru við líka með Fáskrúðsfjörð ekki, það sem er einn af fáu stöðunum þar sem er félagsleg útgerð ennþá og hefur kannski tryggt stöðu bæjarins. Já, þar erum við bara með kaupfélag sko, þannig að það er bara þannig. Og pröfaði að spyrja fólki þar hvort það vilji skipta, hvort það vilji fá samherja eða hafa öryggi sem að fylgir því að bæjarbúið er að ég sjálfur útgerðina. Ég held að sé enginn af Fáskrúðsfirði sem að kýs leiðina sem að fólkið í Norðfirði fór. Ég held ekki. Ég efast um það. Ég hef ekki hitt neitt sko, það getur vel verið að sé einn í einhverju herbergi þar. Herðu, en ég ætla að reyna að tala um fréttir vikunar. Það sem er einkennt þessa viku eru heiftarlega átök í 2 félögum, SAA og Eflingu. Og svona gengið á með svona hörðum ásökunum, þetta er mjög persónulegt og svona, maður heyrði svona fólk vera bara að barma sér yfir þessu fréttum að þú veist, hvernig getur maður tekið svona afstöðu til mála sem að eru svona fljót að fara frá einhverjum málefnum. Ég með ekki væntum bæði þessi félög, ég starfaði inn í SAA sem er kraftverkafélag sem hefur barist fyrir því og búið til meðferð fyrir þennan sjúklingahóp, bjargað honum frá vera bara handan borgarmúrana í heilbrigðiskerfinu og náða að byggja þar upp gott starf og núna logar þar allt stafnan á milli. Og það sama má segja um Eflingu sem er stærsta verkalýðsfélag láglaunafólks á Íslandi. Burðaraflið í starfsgreinasambandinu, ég veit ekki, kann ekki hlutvöldin, en allir það sé ekki 40% félaga í starfsgreinasambandinu sem er í Eflingu, eitthvað svoleiðis. Þetta skiptir kannski ekki málið, það er alltaf mjög stór hluti. Ég veit ekki hvort að þið þekki eitthvað í SAA, en þið ættu að þekkja til Eflingar. Má ég spyrja svona sem, ég má byrja á þér, Hjördís. Kanntu að skýra fyrir mig hvað átökin í Eflingu snúast? Hvernig þú upplifir þetta? Já, það er auðvitað bara sorglegt að hlusta á þessar umræður um átökin í Eflingu og þessa óánægju sem er þar meðal starfsfólks og kannski sérstaklega sko hvernig er talað út á við um starfsfólksfélagsins og hvernig bara fólk leyfir sér að tala svona um starfsfólk almennt og félagsmenn í einu af okkar félögum. Þannig að mér finnst það gagnrýna Sólveigu Önnu fyrst og fremst fyrir hvernig hún hefur talað um starfsfólkið Eflingar. Nei, ég er bara að tala, ég er ekki að gagnrýna Sólveigu Önnu endilega, ég er að tala um hvernig talað er um starfsfólki bara á samfélagsmiðlum og slíkt. Ég auðvitað þekki ekki til þessara samskipta og ætla ekki að fara að gerast einhver dómari þar og það kom út einhver skýrsla sem við höfum ekki séð og ég ætla auðvitað ekki að fara að tala um gerast einhver dómari í þessum málum. Hins vegar varðandi sko það er auðvitað bara það er auðvitað stjórnarkjör í félaginu og við erum auðvitað á
að horfa, þar eru 3 listar í boði og það eru ekki bara verið að kjósa formenn, það er verið að kjósa að minnsta kosti hluta stjórnar og það er að mínu viti bara alfarið málefni félagsmanna í Eflingu hverja þeir velja sér til forystu og ég sem formaður í öðru stéttarfélagi á þetta ekkert að vera að tjá mig það og mér finnst það að vera bara ákveðið dómgreindarbrestur hjá formönnum sem eru að tjá sig það með eða móti einhverjum af þessum formannsöfnum og stjórnarmönnum sem þar eru í kjöri. Eins og Vilhjálmur Birgisson á Akranesi og Ragnar Þór í VR hafa gert þegar það var ríkt við stuðningi við Sólveig Önnu. Já, mér finnst það að vera dómgreindarbrestur en þetta er málefni félagsmanna í Eflingu fyrst og fremst og hverjir þeir velja sér til forystu. En síðan er síðast málefni starfsmannanna annar hlutur og mér finnst bara svo umræða þá vera sorgleg. En nú hefur Sólveig Anna starfað inn í hreyfingunni, ef hún kosin aftur eða ekki, hefur það áhrif á til dæmis eins og Starfsgreinasambandið eða ASÍ, þarna inni á bakvið eitthvað svona djúpstæð verkalýðspólitík sem að við kannski sjáum ekki fyrir heiftinni í persónulegum átökum? Já, sko, auðvitað hefur Eflingar stærsta félagið innan Starfsgreinasambandsins með líklega 40% og auðvitað hefur það áhrif inn í starfsemi Starfsgreinasambandsins sem sagt hver kemur þaðan frá Eflingu þangað inn og vissulega hefur það áhrif og síðan inn í Alþýðusambandið líka þetta hefur Efling mikil áhrif inn í Alþýðusambandinu þannig að hvert þeirra þriggja sem hlýtur brautagengi í þessu kosningum það áherslur það lítar inn í áherslu sambandana klárlega. Finnbogi, hvað skýrðu átökin í kringum Eflingu fyrir okkur? Ég kannski ekki besti maður til þess, ég ekki innan hús þar, en ég get allavega svona mín allavega sýn á þetta eins og Hjördís kom inn og það bara sorglegt hvernig samfélagsumræðan og þetta gerir rosalega erfitt að búa til einingu þegar verið að ausa olíu og eldin með alls konar blammeringum og fúkyrðum vinstri hægri. Við erum bara næra púkan á fjósbyttunum sem atvinnurekendur með því að vera í einhverjum innbyrðis átökum og vera með þau svona bara svona, ég lýsi þessu svona dálítið sóðaleg umræða. Þetta svona sem maður les bara í slúðublöðunum bresku í dönsku og jafnvel ennþá. En átökin þau hljóta náttúrulega að vera af þeim meiði að það ósætti í gangi. Hvort að ég rétti maðurinn til þess að fara að leggja ykkur dóm á það, ég efast það og mér finnst ekki eðlilegt að formaður í stéttarfélagi sé að skipta sér af innra starfsemi annars stéttarfélags. Það félagsmannanna fyrst og fremst að taka á því og þeir hljóta að gera það í kosningu. En ef að kosningin náttúrulega snýst hver getur talað mest og hver getur verið með mestu lætin og verið með mesta skítkastið við hinn, þá illa komið bara fyrir verkalýðshreyfingunni í heild sinni ef að þetta það sem við erum að upplifa. Þetta bara þetta kannski fer að verða svipað eins og sveitarstjórnarfólk talar að það sé ekki hægt að bjóða sig fram til sveitarstjórnar því að umræðan verði svo persónuleg og rætin. Og það það sem að gerast þarna, þetta svona persónulegt og rætið í allar áttir og það ekki til góðs fyrir það starf sem þarf að vera í gangi. Við þurfum að starfa sem sameiginleg heild og ég hef alltaf talað það að við þurfum á öllum okkar kröftum að halda eins og ástandi búið að vera núna síðustu misseri, alveg frá kjarasamningunum 2015, til að eiga við og berjast sameiginlega gegn atvinnurekendum og stjórnvöldum. Það þurfum við að gera með því að tala sameiginlegri röddu en ekki grípa einhverju umræðu í loftinu og hendina á stað og búa til illindi á milli einstaklinga. Það ekkert verið að gera í því að brúa ólíka skoðanir þarna og ég skil bara ekki hverju þetta á að þjóna, ekki nema bara eins og ég segi, fóður að púkan í fjósbyttunum sem er andstæðingar okkar.
Nú eru átök inn í verkalýðshreyfingunni og það voru svona átök forystuskipti í ASÍ sem að má alveg tengja við kosningu Sólveigar Önnu í Eflingu og Ragnars Þórs í VFR. Það var til svona eitthvað svona bandalag við Vilhjálm upp á Akranesi og eitthvað fleira. Þannig að það eru átök í hreyfingunni. Ef við skoðum tímabilið með Sólveigu Önnu inn í Starfsgreinasambandið, hver tók við sem varaformaður af henni þar? Varst ekki þú, Finnbogi, það? Nei, Hjördís tók það. Já, Hjördís, ok. Hjördís tók við, sko. Hún var varaformaður og síðasta þingi þá er Sólveig Anna kosin inn sem Það eru átökurna og til dæmis eins og í VFR var með svona einhverja hugmyndur að að draga sig út úr ASÍ og svona, það eru átökurna. Hefur hreyfingin ekki gott að því að bara fara í gegnum þessi átök með einhverjum hætti? Ef okkur tækist að hafa umræðuna pólitíska stefnu og losnuðu við skítkasti sem að þú ert að kvarta yfir þetta? Ég er ekki að kvarta yfir, ég er bara að benda á það. Og þú hittir akkurat naglann á höfuðið. Að við þurfum að taka auðvitað pólitíska umræður hvert við erum að stefna. En við gerum það ekki með svona drulluslag. Það er bara alls ekki. En það er algjörlega hollt að horfa inn á við og það er nauðsynlegt að geta staðið frammi fyrir því að það séu lýðræðislegar kosningar í félögum. En það mega ekki snúast völd. Það eiga snúast að sinna félagsmönnunum og eiga lýðræðislega skoðanaskipti. Og það á ekki að breyta því hvort að eitt félag er með 40-50% inn í einhverju landssambandi eða hvort það er annar félag sem er bara með 5%. Þetta eru jafningjar, þetta eru formenn í stéttarfélögum sem eiga samtal og þeir þurfa að geta unnið saman og byggja brýr á milli þeirra skoðana sem að síðan við förum með gagnvart atvinnurekendum og stjórnvöldum. Við þurfum að standa algjörlega á því, algjörlega hreinu þar. Þetta má ekki fara út í svona subbuskap. Það er bara mín skoðun. Fylgdi ófriður Sólveigu Önnu inn í Starfsgreinasambandinu? Það komu breyttar skoðanir. Það er algjörlega þannig. Við erum öll með okkar skoðanir á hlutunum og við lýsum þeim og sumir tala kröftugur en aðrir. Og það stuðar örugglega mjög marga hvernig það er gert. En við þurfum að geta að tala saman án þess að vera að standa bara á einhverjum blammeringum og samfélagsmiðlum sem fer út í fjölmiðla því að fjölmiðla umræðan hún verðist bara að sleikja fróðuna sem að kemur á samfélagsmiðlum. Þetta er orðið alveg óskiljanlegt hvernig þetta er unnið í dag. Þetta er svona, já, þetta slær mig þannig. Við erum ekki að vinna sameiginlega að hagsmuni félagsmanna þegar við erum að berjast á banaspjótum innbyrðis. Það er bara þannig. Eins og kemur kannski fram í fréttaflutningi af stjórnarkjörinu í Eflingu að allir þessi listar, þrír, hafa stefnu, en ég hef ekki séð einustu frétt sem að fjallar stefnu listana, en eins og er aldrei verið meira fjallað verkalýðsbaráttu heldur en síðustu viku með að við umfjöllun stjórnarkjörinu í Eflingu. Halldóra, þú ert varaforseti Alþýðusambandsins eftir að Sólveig Anna hætti þar. Hvernig upplifir þú þessi átök í Eflingu? Heyrðu, ég bara tek undir hvert orð hjá félögum mínum Hjördísi og Finnboga og ég segi það nú að fólk í verkalýðshreyfingunni kemur og fer en alltaf heldur nú baráttan okkar áfram og styrkurinn okkar hefur náttúrulega verið samstaða, hugmyndafræðin og skoðanaskipti þar sem fólk ræði sér niður á niðurstöðu. Oft hafa verið átök, þið þekkið það nú og en samt hafa þau yfirleitt verið félagsmönnum til heilla þegar við getum rætt okkur niður á niðurstöðu og stærstu réttindamálin í dag eru komið vegna baráttu alls launafólks og ég er svolítið umræðan það að það sé einhverjir messíasar á ferðinni sem að hafa fundið upp verkalýðshreyfinguna eins og hún hafi ekki verið til og það séu kannski 1, 2, 3 aðilar sem að í rauninni eiga einhverja sigra sem að verkalýðshreyfingin allir stærstu sigrarnir hafa nú verið unnið á yfir rúmlega 100 árum þannig að manni finnst bara þessi umræða og hvernig hlutirnir eru settur upp ansi skrýtnum hætti og fólk kannski getur ekki búist við öðru en að það verði einhver slagur þegar fólk setur út í kosmói endalausar ádeilur á mann og annan. Þannig að mér finnst þetta óskaplega leiðilegt og leiðilegt að horfa og ég get ekki annað en hugsað vel til starfsmanna Eflingar sem formaður í stéttarfélagi þar sem ég er að verja félagsmenn alla daga
að það svolítið erfitt að sitja hjá og get ekki í rauninni farið þarna inn og stutt starfsmenn, því að það eitthvað sérstakt þegar að flest allir starfsmennir eru í rauninni, vanlíðanin algjör þessi skýrsla en mjög sláandi. Ég hef ekki síðan allavega í sér útdrætt úr henni, þannig að ég bara sendi kæra kveðju til starfsmanna Eflingar sem formaður í stéttarfélagi verjandi félagsmenn alla daga. Þá finnst mér óskaplega erfitt að sitja hjá, ég veit ekki henni. Já, þannig að þú ert eiginlega bara að lýsa yfir því að þú myndir ekki vilja fá Sólveigu Önnu aftur inn í Eflingu. Ég ekki að lýsa neinu yfir, ég sagði það ekki. Ég sagði bara sem formaður í stéttarfélagi hugsandi félagsmenn alla daga, takandi á móti fólki sem hefur í sömu stöðu hjá öðrum atvinnurekendum, að þá sendi ég bara kærar kveðjur og ég hugsa hlýtt til þeirra. Já. Ok, Aðalsteinn Húsavík, þú nú hluti af svona óþekkudeildinni með Vilhjálmi Birgissyni og Ragnari Þór stundum. Hvað myndir þú vilja sjá Sólveigu Önnu aftur inn í verkalýðshreyfingunni? Það skalt að þér. Já, nú kem ég inn. Heyrðu, ég ætla bara að byrja þegar að segja, að svona umræða sem hefur átt sér stað afar óheppilega. Ég veit að Gunnar Smári við ættum kannski að spyrja því út í SAA, en þar hefur verið alveg ömurlegur leðjuslagur innan SAA sem að fylgst með í fjölmiðlum og bara með ólíkindum að svo heift sem að endurspeglast í fjölmiðlum þetta skuli vera með þessum hætti, en innan verkalýðshreyfingarinnar þá þetta með sama hætti. Og það eru alveg vitamál og það eru klíkur í hreyfingunni sem halda leynifundi út á suður og til þess að ná sér niður á sínum félögum allt það, og ég fer eftir svo einhverju fundi núna starfsmanna stéttarfélags, ég kannast ekki við að starfsmenn Framsýnar hafa verið boðaðir á fyrir helgina þar sem átti eitthvað að ræða þessi mál og jafnvel að álykta eitthvað eftir helgina, en þetta í véfréttastíl hjá mér. Ég hef bara heyrt aðilum sem hafa hringt í mig og verið að nefna þetta við mig, en það er alveg ljóst að það Þetta er að segja að séu verkalýðsfélög sem eru að koma með einhverja ályktun sem væri þá gegn Sólveigu Önnu, öfugt við það sem að vera að segja hér að formenn í öðrum verkalýðsfélögum eigi ekki að skipta sér að þessu. Já, ég að segja það að það er alveg greinilegt að menn að skipta sér að þessu, og það eins og með Sólveigu að það kemur allt í fram núna að fara að draga fram úr reikningum, ársreikningum, Eflingar, hvað hafi kostað að gera einhverja starfslokasamninga við fólk. Það líka könnun sem allt í einu kemur fram núna, akkur kemur hún fram núna á þessum tíma varðandi starfsmenn Eflingar og ég veit ekki til þess að það hafi verið talað með það sem ég heyrt núna að það hafi ekki verið talað við Sólveigu og Viðar. Þegar ekki haft tækifæri á því að tjá sína skoðanir, þannig að ég meina ég ger ekkert með slíka skýrslu, en hins vegar hef ég ber ég mikla virðingu fyrir starfsmönnum Eflingar og mér finnst slæmt hvernig hefur verið talað niður til starfsmanna Eflingar og reyndar okkar margra líka í leiðinni, því að það hefur verið að saka mennum að menn séu hér að ekki að vinna sína, og ég ætla ekki að sitja undir því, og ég er bara á beinni því að ég veit að margir verkalýðsforingjar eru að gera mjög góða hluti, þó svo að ég kalli eftir svona almenni endun inn í hreyfingunni, og þar á meðal náttúrulega kemur Sólveig Anna með miklum kraft inn í hreyfinguna og ég get alveg sagt það hér að ég er ekki viss að við höfum náð eins góðum samningum í gegnum lífskjarasamningana ef við hefðum ekki haft hana innan borðs. Ég vona það að Sólveig Anna komi aftur til starfa. Ég líka vona það að vera hægt að lægja þessu öldur og skrifstofu Eflingar, því að mínum að eiga starfsmenn Eflingar ekki skilið þá aðferð sem hefur verið gagnvart þeim, og það er eitthvað mikið í gangi sem þarf að ræða og taka og er ekki sanngjarnt, hvorki gagnvart Sólveigu og Viðari og svo aftur starfsmönnum. Þannig að fyrir okkur hin er mjög mikilvægt að menn að lægja þessar öldur og það er alveg ljóst að ég vil fá kraftmikið fólk inn í hreyfinguna og þar á meðal Sólveigu Önnu, og ég óska henni bara góðs gengis í sinni baráttu. Aðalsteinn, því að þú nú öldungur á meðal okkar, búin að vera lengi formaður. Ég heldur reyndar að kannski Hjördís hafi verið lengur formaður, ég veit ekki, en kannastu við svona eitthvað sambarlegt í sögunni eins og er núna í gangi í kringum Eflingu, svona átök? Já, það náttúrulega það hafa náttúrulega oft verið svona átök og ýmislegt sem hefur, ég meina það var bara eins og þegar Birnir Grétari Sveinssyni var komið frá verkamannasambandinu, þegar starfsgreinasambandið var stofnað, og það er hægt að fara aftur úr, en ég tekka fram að ég er
Ég er þriðji röðin af þessum 4 sem núna hjá þér í viðtali, sem sagt næst yngstur. Þannig að ég er búin að helga mitt líf verkalýðsbaráttu og byrjaði þessi trúnaðarmaður bara leiðið komur úr framhaldsnámi 79 og búin að vera viðlóðandi hreyfinguna síðan, þannig að hún hefur bara átt mig allan og það er bara þannig, en auðvitað hafa verið átök og það hafa orðið samtöl og það var talað við mig fyrir ekkert allt og mörgum árum að ef ég lærði að þegja þá myndi ég ná lengri hreyfingunni og ég bara ákvað að þegja ekki og ná kannski ekki slangt eins og við vorum búin að spá því að ég myndi ná að því að ég vildi halda áfram að hafa skoðanir og koma hreint og beint fram og vera ekkert að halda einhver leyndu sem eða því sem ég vil ekki að sé tekið fram. Þannig að ég þekki alla þessu sögu og þekki þetta vel. Ég vil fara meira átökin í verkalýðshreyfingunni. Það Hjördís, þetta er náttúrulega eilífðar svona mál í svona hreyfingum. Svo vitni nú bara í eitthvað allt annað. Það var á landsfundi Sjálfstæðisflokksins einhvern tímann á 10. áratugnum. Þá sagði Davíð Oddsson að við stundum verðum við að taka samstöðuna fram með sannleikann, sem að svona setning sem að einhver segir sem að telur sig bara ábyrgð á einhverju hreyfingu og þú veist, og stundum þurfum við bara að lægja átökin og sætta okkur við að oft þetta að tala svona lægsti samnefnari sem að þú ferð út í það, þá bara ferðu eins langt og sá sem að vill fara skemmst vill talaði niður það, en stundum bara gott að fá átök og djöfurgangi í hreyfingar og ég býst við að við skoða sögu verkalýðshreyfingarna, þá hún bara sneisa fulla átökum og kannski enn meira á upphafsárunum þegar að hreyfingin náði kannski fram staðstu réttarbótunum sínum með við það sem að breytti bara aðstöðu fólk sem að voru bara lifðu þrælalífi yfir því að geta orðið fullgildir borgarar í samfélaginu. Hvað ekki tilhneigingt fyrir okkur að svona óttast átök og hrökkva í kút við því? Eigum við kannski að vera hugrakari og bara fagna þessu? Þá var ég ekki að tala að við að samþykkja með hvaða aðferðum allir fara fram í átökunum, en svona þetta ekki bara gott fyrir hreyfinguna, taka svona átök? Ég held að hreyfingin hafi bara alltaf verið í átökum og við þurfum auðvitað bara að gera okkur grein fyrir því að við erum að tala um fjöldahreyfingu. Og það eru tugir þúsunda manna á bak við verkalýðshreyfinguna og ef allir væri nú sammála þar, það væri nú eitthvað skrítið. Þannig það bara eðlilegt að það séu átök í hreyfingunni og við kannski erum sammála að stefna ákveðnu marki, en við erum kannski ekki endilega sammála leiðirnar. En ég held að við séum sammála það hvert eigi að vera markmiðið og við erum markmiðið að bæta kjör félagsmanna, bæta vinnuaðstöðu og hvort sem það í formi þú veist, hvort það sé kalt á vinnustöðunum eða hvort það sé gott að vera þar á annan hátt, skilurðu. Þannig að þetta hafa náttúrulega bara og hreyfingin bara hefur í átökum frá upphafi og þetta gríðarlega átök í upphafi þegar það verið að stofna félögin og þar voru kannski mestu átökin að fá að stofna félög og margir sem að þurfti að blæða fyrir það og það þetta bara þegar að ég var nú að tala um sameiningarnar áðan að mér nú bara minnist þetta að fyrsta skipti sem ég kom á vinnustæðina á Stöðvarfirði að þá fékk ég lista yfir málefni sem að starfsfólki í frystihúsinu þurfti að fá úrbætur á vegna þess að það var svo gott að fá einhvern svona utanaðkomandi til þess að fá þessum málum í gegn, af því það myndi aldrei bitna á mér, skilurðu. Að nálægðin var svo mikil að fyrrverandi formaður hafði unnið í frystihúsinu og það hefði bara bitnað á honum í vinnunni ef hann var að krefjast úrbóta fyrir samstarfsfólki og svona var þetta í fyndinni að það var bara alltaf einhver úr hópnum sem að var ekki svona sem hafði ekki vernd og hann bara ef hann ætlaði að beita sér fyrir vinnufélagana þá átti hann kannski hættu að það bitnaði á honum eða hans fjölskyldu persónulega en átökin í dag náttúrulega kannski bara svo langt frá þessum raunveruleika og ég veit ekki endilega hvort þau snúist hinn raunverulegu markmið heldur snúast þau kannski meira leiðina að þeim
Ég lít þannig inn á og það er ekkert að því að menn takist á. Við með ekkert að hræddu það neitt. Og ég meina það koma bara það koma alltaf inn nýjir aðilar, það er náttúrulega búið að vera gríðarlega margir nýjir formenn sem hafa komið inn í hreyfinguna núna á síðustu 5-6 árum og það eru auðvitað að sjálfsögðu breyttar forsendum, breyttar áherslur og önnur sýn á ýmis mál og bara skára væri það ef það væri ekki. Þú nefndir svona átökin á vinnustofunum að ég hef nú verið að vitna í svona samtöl mín við fólk svona út á landi heilbrigðisþjónustu. Það er eitt sem að hefur komið mér óvart þegar ég er að tala við verkafólk er hvað kúunin á vinnustaðnum, hvað maður segir og hvað maður segir ekki komið mér óvart, hvað fólk kvartar yfir þessu vegna þess að ég er svona kemstu vits og ára á 8. áratugnum þegar maður gat rifið kjaft á vinnustaðnum en það sem að gefa mér svolítið óvart sko hvað bara fólk er að kvarta yfir því að það megi ekki segja neitt og þessi kalli í Kerskalónu var rekinn því hann var að rífa kjaft í staðnum. Þannig að svona kúun svona í gangi og ég ætla nú að reyna að leiða þetta inn á eina fréttum vikuna sem var það að það var laus staða fréttastjóra Ríkisútvarpsins það sem að sóttu bara 4 og það er svona eins og það sé stór hættuleg staða sem borgar sig ekki að vera að fara inn í því að ég man það var ekki svo langt síðan að vera auglýst upplýsingafulltrúi í dómsmálaráðuneytinu og ég held að það hefði sótt 120 manns og bara maður sá listan og bara horfði bara sorgaraugum á það, þannig voru margir af allra bestu blaðamönnum á Íslandi að sækja að fá vera upplýsingafulltrúi í dómsmálaráðherra sem bara ábílað með verstu störfum á Íslandi. En þarna í boði, þetta bara aðalstarfið sem allir blaðamenn ættu raunverulega að þrá að vera með öflugustu fréttastofu landsins og fá að stýra henni og það sækja 4 og hvað ég veit ekki hvort að þið kunnið að ráða í þetta en bendir þetta til þess og ég vísa í samtal sem ég var við Rauðaborði með þar sem að Þórður Snær Júlíusson ritstjóri Kjarnans og Helgi Seljan Rannssonar ritstjóri Stundarinnar tóku þátt í þar sem vorum að tala svona raunverulega svona það ógnarvald sem var orðið á öllum umræðu vettvangnum að þetta var orðið svona þrúgandi og erfitt. Kunnið að ráði þetta? Ættum við að hafa áhyggjur af þessu? Þetta er nú fréttastofa í þjóðarútvarpinu. Ættum við að hafa áhyggjur af því að fólk, þetta var drátökin, það er bara ófáir sem sækjum, það eru ófáir sem að vilja láta til sín taka. Líklega vegna þess að fólk veit að ef þú rættur til þín taka þá verður þau bara hent. Þannig að þegar þú ferð þarna inn þá verður þú bara gangast inn á einhverja svona línu sem að liggur í loftinu að þú verður að reka fréttastofun eftir einhvern tiltökum hætti og það eru bara fáir sem að leggja sig fram við það. Já, ef ég bara aðeins kannski að við getum ekki horft fram hjá því að fréttamenn og kannski helst fréttamenn hjá Ríkisútvarpinu, Kastljósinu og Kveik hafa náttúrulega bara fengið að kenna á því fyrir sín fréttaflutning og þegar mér finnst þetta bara mjög alvarleg staða í ef ekki má ef rannsóknarblaðamennska er bara eitthvað sem á að banna því að þeir eru að grafa upp eitthvað sem ekki þolir dagsins ljós og þá er bara bitnar á þeim persónulega. Við höfum heyrt svona umræðu úr einhverjum ríkjum sem að við höfum ekki kallað lýðræðisríki, skilurðu. Það verður ekki að horfast í augu við að þetta er staðan á Íslandi? Verður ekki bara að horfast í augu við það? Við erum að horfast í augu við að þetta er staðan á Íslandi og erum við að fara í einhverja átt að flokkast ekki undir lýðræðisríki. Og ég held að við þurfum að staldra við og hugsa þetta og bara aðför að þeim sem flytur fréttina eða vinnur fréttina og ég meni ég trúi því bara ekki en við bara erum að horfa stjöðu við það að þetta sé að verða staðan hjá okkur og þá erum við að fara inn í einhverja einræðisríkis stefnu hér á landi þar sem að markaðsöflin ráða upplýsingaflæðinu til okkar almennings í landinu og það er ekki góð stefna. Finnbogi, við erum að bakka í áttina hvalfangara tímabilinu, erum við að bakka inn í samfélag
Péturs þríhross sem að drottnar yfir allri umræðu í samfélaginu? Ég held það, því miður. Það við erum að sjá bara hvað þetta hefur verið að þróast bara, því að nefndi vinnustaðan áðan og Hjördís komið mitt inn á þennan punkt sko að menn þyrfti ekki að beita sér af ótta við að það komi niður á vinnunni, hann gæti mist vinnuna, atvinnuöryggi og svo framvegis. Og það var akkúrat það sem að þessi verkalýðsbarátta snerist á sínum tíma, það var að tryggja það að þeir sem er í forsvari að þeir nytu stuðnings og það væri ekki hægt að hrófla við. Og bara sem dæmi að Finnur Jónsson sem var nú síðan dómsmálaráðherra, hann var póstmeistar á Ísafirði fyrir margt löngu, en hann var formaður Baldurs á miklum umbrota tíma í íslenskri verkalýðspólitík og hann var einfaldlega fenginn þarna inn af því að það var ekki hægt að reka hann úr starfi, hann hafði trygga afkomu sem opinber starfsmaður. Við fórum að sjá þetta mikið eftir sko þegar atvinnulífið fór að byggjast upp aftur eftir hrun að það verið að beita því miður allt og oft þessum aðferðum. Trúnaðarmenn okkar hafa orðið fyrir þessu inn á vinnustöðum og þeir eru látnir sitja hjá betri bitana og eins og Aðalsteinn nefndi áðan ef menn hafa skoðun að þá verður þeir bara settið til hliðar. Við fengum aldrei að kenna á þessu bæði ég og Halldóra þegar við tókum svona smá slaginn í verkalýðshreyfingunni þegar við vorum svona tiltölulega nýir formenn fulla eldmóð, ég er ekki að segja við síðan það ekki ennþá, en já, við vorum uppreisnar gjörn, við skulum bara viðurkenna það og við fengum að kenna því eigin skinni og voru sett til hliðar í ýmsum trúnaðarstörfum fyrir vikið. En þetta bara það sem að verkalýðshreyfingin hún þarf bara að taka á og varðandi vinnustaðina, eins og þú nefnir þetta með Ríkisútvarpið að mennum skulle ekki vilja fara í fréttastjórana og Hjördís kemur inn á það að það var náttúrulega alveg ótrúlega svívirðileg aðför bara að þessu starfsfólki og kannski stjórn Ríkisútvarpsins, hún bara brást algjörlega. Það er kannski það sem að gerðist og kannski fólk hrætti það. En við sjáum líka að stóru fréttamiðlarnir að þeir eru flest allir komnir í eigu áhrifavalda sem eru með mikla fjármuni á bakvið sig og sjáum nú bara skýrast að dæmi þó maður þorir alltaf að segja orðið Róbert Wessman að þá keypti hann nú svona einn prívat penna til þess að standa í stríði gegn öðrum. Er það þetta sem að við viljum sjá í lýðræðisríkinu? Að fréttamenn þeir þori ekki að skrifa það sem að þarf að skrifa á ótta við það að vera settið til hliðar. Þetta bara nákvæmlega sama og við bara upplifum allstaðar. Þannig að stendum var á sínu og stendur þá fellur með því líka. Og það gerðum við bara á sínum tíma í verkalýðshreyfingunni að við bara stóðum á fjallum í því sem við vorum að berjast fyrir. Og þetta er bara svona. Og baráttan er bara stöðu og þeir sem er að fara að sækja störf og annað, þeir þurfa bara að geta staðið á sínu. Og ég trúi því ekki að fyrirtæki, kannski kemur inn á það eftir, ég veit það ekki, en fyrirtæki vilji bara vera með eitthvað jáfólk sér við hlið og það verði ekki eitthvað skoðanaskipti til þess að umræðan verði sem frjóust. Sko, það er langt í frá að það sé eitthvað já-samkomu sem við erum á þegar við erum í þessum samninganefndum til að móta kröfugerði. Það eru skoðanir vinstri hægri og þetta er ekkert eitthvað svona makindalegt jobb sem við erum í sko. Það er bara þannig. Við þurfum bara að standa og falla með því sem við segjum. Halldóra, má ég spyrja þau þetta svona, hvað ég var að segja? Við erum að tala rörnun heilbrigðiskerfisins og fleira, rörnun byggðarna út af Kotagerðinu, rörnun umræðu vettvangsins. Sérðu mun á því núna eða áður, til dæmis hvort að sjónarmið verkalýðs og almennings áberandi í fréttum? Er þetta grein einhvern mun á því? Nú var svolítið þungt hljóð í bæði í Hjördísi og Finnboga svona þróunin í fjölmiðlum og atvinnuöryggi blaðamanna sem eru gagnrýnir? Já, auðvitað sér maður það að mér finnst reyndar sko oft er það þannig erlendis eins og Norðurlöndunum að vinnumarkaðurinn það stundum fyrstu fréttir eru kannski vinnumarkaðurinn þá er verið að tala um réttindamál og einhver svona kannski jákvætt. Við fáum meira sviðið ef við erum í einhverju svona leðjukasti. Mér finnst reyndar áberandi hvað Drífa og okkar forsetinn okkar frábæri
fær nú ágætt svið í fjölmiðlum og ég heyri bara fólk víða að tala það og alltaf svona vitna í hann og mér breyting þar en ég tek undir hitt með ykkur og mér sérstaklega fólk af erlendu bergi þetta bara kúarhópur að þeir koma frá ólíkum menningarheimum og eru kannski ætla okkur að vera eitthvað mútu þæginn og maður stundum bara, maður hlóa þessu fyrst sko en þau eru í raunverulega að halda það að við séum mútu þæginn, þau þora ekki mikið að tjá sig og þetta mjög stór hópur innan hreyfingarinnar og ég hef svona mestar áhyggjur af þeim og það kemur oft í ljós í samtölum við þau að þau eru bara steinhissa á því að við séum þá bara ekki tengslum, einhverjum sérstökum tengslum við atvinnurekendur. Þannig að ég tek undir og umræðan finnst mér líka kannski vera svolítið sko, mér finnst umræðan vera svolítið á þessum, hún gripin einhvern veginn svona slagorða umræða sem ég hef miklar áhyggjur af og ég ofta að lesa fréttir einhverja hluti sem ég þekki vel og það stendur ekki steinn yfir steinum. Ég veist, það er eiginlega það erfiðasta. Aðalsteinn, nú tíminn okkar búinn en ég ætla að fá að enda hjá þér og spurningin er eiginlega hvernig það er að heyja verkalýðsbaráttu inn á umræðuvettvangi sem er kannski stýrt af andstæðingnum sem að auðveldið á flesta miðlana og eru mest ítökið þar. Þau eru með öflugustu áróðursmaskínuna sem að stýra umræðinni og starfsfólkið sem að vinnur þarna, blaðamennirnir, að þeir eru með að svona hangandi yfir höfðinu að ef að þeir eru ekki stilt að þá missa þau vinnuna og ef þú missir vinnuna, þetta er bara svo í sjónum, ef þú missir vinnuna þá færðu kannski ekki vinnu aftur vegna þess að skoðanirðin er ekki vinsælar. Er þetta raunveruleikinn? Þegar stórt spurt kannski ekkert auðvelt að svara, það er alveg rétt að við erum alltaf að eiga við fjölmiðla og þeir við stýrt og eins og sjáum núna og það er náttúrulega mikið að gerast hjá Ríkisútvarpinu og það er náttúrulega pólitísk stjórn og þar, eins og segir, þar vilja menn líka ráða sér í vinnu og fáir sem að segja stjórnendur þarna sem eru örfáir með það sem verið hefur og svo að fara að elta, við þekkjum sögunum Helga Seljan, hann sem var njósnaðum, við nýlega með mannlíf þar sem er ekki það sem var verið að gera ljóta hluti og það er rétt með okkur í hreyfingunni en við þurfum náttúrulega að bregðast við þessu og vera með bara, við erum með sterkar heimasíður og það er rétt hjá sem kemur fram varðandi forsetateymið okkar að reyndar hefur þannig verið í gegnum tíðina að þeir hafa verið duglegir að koma sér á framfæri og fjölmiðlar hafa oft á tíu verið tilbúinir að hlusta á forystu með hreyfingarnar en það má vera að gera þetta, við megum vera miklu meira áberandi og við getum það vel með því að vera bara aggressív og vera duglega að reyna að koma okkur á framfæri því að það er gulls ígildi að koma sér á framfæri og með einhvern boðskap sem skiptir máli setja hliðar einhvern ágreining en við eigum þessu hér kemur fram við eigum það sameiginlegt að við viljum efla stöðu verkfólks í landinu og koma þessum heilbrigðismálum og öðru sem þarf að laga og þarna erum við bara saman og þessum boðskap sem við erum saman eigum að koma framfæri á hverju tíma og vera bara sterk saman. Herðu, ágæta fólk, Hjördís, Finnbogi, Aðalsteinn og Halldóra, takk hérlega fyrir að koma hérna í vinnuskúrin að ræða fréttir vikuna. Við svindlaði svolítið að því að þið eru aldrei komið í aft mikið landsvæði í vinnuskúrin áður, þetta er allt Ísland sem er hérna undir að samtali sneri svolítið það, stöðu verkafólks á landsbyggðinni og stöðu landsbyggðar versus höfuðborgarsvæðis og svona og við vonum að við hafum bara haft gaman að því. Hlustendur þakka þér fyrir að staldra hérna við og hlusta á okkur spjalla. Rauðaborði, ég verð með rauðaborði hérna á mánudaginn, þá mætir stjórnarandstaðan hér, Þórhildur Sunna og Logi Einarsson og Inga Sæland og kannski fleiri og ætlum að ræða þar stjórnmálaástandið og svo heldur vikana áfram. Ég ætla að finna einhverja leið til þess að fjalla formannskosningarnar í Eflingu. Það fer svolítið eftir því hversu hörð átökin eru, hvaða form hendar eða hvort að maður náið þeim öllum saman hér í eitt þátt, ég vona það. Verður hvetja ykkur til að fylgjast með því. Á morgun hérna á samstöðinni er menningarsmygl sem er menningarþáttur og ég hvetja ykkur til þess að fylgjast með samstöðinni, það fjölgar þáttum, Halldór nefndi innflytjendur, það eru 3 innflytjendaþættir á samstöðinni, hvetja ykkur til þess að skoða það og fylgjast með því, það bara til þess að átta ykkur á því hvaða landið er búið að þá verður að hlusta á innflytjendur sem eru 15% landsmanna.
ef þið viljið styðja samstöðuna, uppbyggingu hennar, þá getið þið gengið í alþjóðufélagi. Það gert með því að fara inn á samstöðun.is og finna þar skráningasíðu. Það svona eins og 2 kaffibollar í mánuði, þá fer það til þess að byggja hér upp dagskrá, til dæmis umfjöllun málefni innflytjenda, leigjenda, fátæktsfólks og fleira sem hér á dagskrá. En ég þakka ykkur kærlega fyrir í dag. Takk fyrir mig.